Yeah. 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 Yeah.
Góða kvöldið og velkomin í ljóslegra deildina. Það úrslita kvöld í kvöld. Það semifinals, baby! Semifinals! Já. Þetta geggja. Herru, Dusty KBJ í kvöld og þetta verður rosalegt kvöld. Já. Eitt sem ég langaði samt bara svona út af því mér fannst það sjúklega spennandi. Sjensin á því að KBJ steli sigriðin í kvöld og fyrir þá sem að tune early in þá langaði mig bara svona að fá early access á nákvæmlega pick'ems, íslenska pick'emsið. Ég var að taka stuðun á þjóðinni. Ég var að sjá þetta áðan og ég bara wow, það erfitt að vera KBJ maður í kvöld, skal ég svo segja ykkur. Ég held að þetta hafi verið 91 á móti 9%. Það ekki margir á KBJ-lestinni. Ég meina en það gerir sigurinn bara ennþá sætari. Nei, það verra heldur en það. Já. Herru, við sjáum þetta aftur og eftir. En mér fannst það bara svo merkilegt. Ég sá þetta inn í production room áðan og þetta var rosalega bleikt graf og ég bara, þetta er erfitt að horfa á. En mér langar að sýna öllum heima og þér sérstaklega Óli því að þú ert búin að fylgjast mjög vel með bracketin sem búin að spilast út. Við náttúrulega sáum leik KBJ Þór á þriðjudaginn í seinustu viku. Eitt sturlasti leikur sem ég horfði á. Ég skal bara viðurkenna það fúslega. Þetta var geggjuð sería. Já. Algjörlega sturluð. Þetta var ein skemmtilegasta sería sem ég horfði á í langa tíma og ég var að telja upp seríurnar sem að ég hélt upp á. Atlantic Dusty á sínum tíma þegar Atlantic urður stórmeistarar í fyrst skipti eftir að hafa verið í svona skrýtnu dóti í miðju tímabili. Þessi sería komst þarna inn á blað hjá mér sem bara ein skemmtilega áhorfsería sem ég hef bara horft á í íslensku CS og ég búin að horfa á ábyggilega flesta leikina og það verður bara að segjast að þetta nákvæmlega eins og við erum búin að tala í gegnum allt tímabilið. Við erum að fara nær og nær því að það svo ótrúlega stutt á milli besta og versta liðsins að þetta gefur okkur svona miðjumóðið verður svo gigantískt close og skemmtilegi leikir og það skal engan undra að þessi úrslitakeppni er bara hörkujöfn og það eru upset, þú veist, neðar á bracketinu, Sús Saga, Sús ógeðslega sterkir í fyrsta leik, Saga komið tilbaka og klinsa sigur og Sús kláraði þetta í leik nr. 2 og núna Vega Sús á 15 sem við tvö verum með og ég væri til í að fá núna pick'ems fyrir þá seríu því að fyrir tímabilið þá voru ekkert rosalega margir með augu á Sús, ég spáði 7. sæti eitthvað svoleiðis og hér sjáum við 51-49. Sæll, ok. Ég verð að segja 2-2-1 seríur, 2 stór skemmtilega seríur. Já. Sús, svona, hvað getur sagt, rísandi lið kemur upp á fyrstu deildinni, komið í undanúrslitin, 50-50 á móti Vega upp að fara í úrslitin, voru Dusty Junior, mögulega að mæta Dusty Senior í úrslitum. Það væri nú alvöru saga. Já, og miða við hvernig senasti leikur tímabilsins unofficial eða official leikurinn sem var Vega á móti Dusty hvað hann var underwhelming, 2 lánsmenn hjá Vega og svo framvegis en 4 total round í bestu 3 seríu, mögulega Sús storylineið á móti Dusty gæti verið skemmtilegra, hver veit hvort að Vega komi bara 2 eldri tilbaka og vilji hefna. Sjá að rís upp úr öskunni eftir að hafa brunnið þarna út í síðasta leiknum þegar allt var undir. Þú veist, það náttúrulega verið viðlóðandi við Vega að vera silfurliðið, skilur þú veist, þannig að það var kannski svolítið út úr karakter að þeir voru þarna á tónum á töflunni í alls í langa tíma. En enduðu það sem þeir eru vanir að vera en það mun koma dagur. Ég hef trúið því, það mun koma dagur þar sem Vega mun taka gullið. Það bara hlýtur að vera. Það hefur gerst. Þeir þurftu samt að kalla, þeir þurftu að kyrja, storyið, bara sagan og baku þetta allt. Vega lið sem búið til í CS Source. Fyrsta gullið þeirra
var með 1,6 spilara í liðinu, þú veist að kyrja til að fá skeifen upp úr retirement sem að sko algjör góðsögn í æs og eitthvað til að koma með þeim á LAN í tölvuleikjahúsinu og þeir unnu gull þar. Já, það bara skemmtileg saga en að sjálfsögðu, þú veist, hann er fullgildur meðlimur í VK og allt það. Þetta bara svona, já, Silver Sim, hann þurfti að fá 1 lánsmann og 1,6 til að kikka þessu upp. Þetta bara eins og allt annað, þetta bara góð saga, þetta stemming og þegar þetta loksins dettur og þá verður það bara ennþá sætara, skiljum. Og en ef við tölum aðeins bara, þú veist, Vegasús, þetta áttur að vera þræðilega spennandi leikur. Ég held að Sús séu mjög hungraðir, við erum bara að sjá það og sérstaklega seinni hlutina af tímabilinu vera rosalega krisp. Þeir eru búin að spila á kaliber sem þú myndir ekki endilega setja á svona unga spilara og það virðist vera að miklu leyti til komið af því að Blik komin hann inn. Hann er greinilega að miðla eitthvað af sinni reynslu og við erum ekki að sjá svima af þessum fljótfærnismistökum sem við sjáum í öðrum liðum og ég væri alveg mjög mikið til í að skilja betur, þú veist, hvaðan það kemur innan liðsins, eru allir bara on it og að fylgjast með hvað að gerast í prósenunni, að kynna sér taktík, lesa sér til hluti eins og þú veist, bara að conditiona með utility og þú veist, hvernig þú forsa rotitinn og hvernig þú fristir midround og allt þetta dót sem við erum að sjá það að gera. En í kvöld erum við að fara að horfa á Dusty KBJ og ég vil ekki skauta fram hjá KBJ því að á Skjálfta þá fóru KBJ með Dusty í 3. mapp í leiknum sem var þar, showmatchið ef ég man eftir því, eða hvort það hafi verið 1 leikur, ég man það ekki meir. Best of one, en það var alveg, þú veist, tæft og þeir eru nálægt í að vinna og vissulega getur þú sagt, já, þetta var LAN-ið, þú veist, ég menna að Dusty voru þarna, en þetta var á tímabilið sem að Dusty voru búin að vera ógeðslega dominant, það var enginn að búast að neitt myndi challenge þá, þeir fara þarna og sína smá veikleika á móti KBJ í sjómatsinu, ég sagt, já, þeir voru ekki að taka svona alveg 100% alvarlega og allt þetta dót, enginn hans gæðum fyrir hann á server til þess að leika sér, skilur, þeir eru að spila official leik. Þannig að, og svo blæða þeir á móti Sögu í úrslitunum og Skjálfta, þannig að ég vil ekki bara afskrifa KBJ og segja bara, herri, að það er bara 3%, ef þeir spila þessa seríu 100 sinnum að KBJ sé að fara að vinna 3 seríur, þú veist. Aldrei að fara að gerast. Ég held að það séu meiri líkur heldur en það og ég held að KBJ þráttur við höfum séð á skeikula á köflum í seríun á móti Þór, það voru alveg glufur, skilur þú veist, þetta er ekki fullkomið lið eins og man kannski horfir stundum á Dusty, að þá eiga þeir samt alveg, þú veist, þeir eiga stjörnur, þeir eiga moment og ef þeir ná að púsla því rétt saman hér í kvöld, að þá gætu við verið að horfa á áframhaldandi 2-1 seríur í það minnsta, en ég held að það sé þrautinni þyngra að leggja Dusty í 3 möppum en já, veist, ég vil ekki afskrifa þá. Algjörlega, og já, á þeim nótum eigum við ekki bara að kíkja á lið Dusty, já, svona fyrst að þeir eru vinstra megin og þeir byrja það, Rafle, Dabbe, Tony, Pandas og Píler. Það er ekki breyting í line-upinu og hefur raun ekki verið, þeir eru með leikmenn á bekknum, hefur raun ekki komið til þess fyrir utan í fyrsta leiknum þá var Blik að spila fyrir þá og hann skipti síðan yfir í Sús en þess fyrir utan þá eru þeir bara búin að spila þessu line-upi, búin að gera gífulega góða hluti og statsarnir eru gífulega fallegir. Þeir eru búin að tapa 3 tótal möppum, þar á meðal 2 möppum í röð á móti Hyper og síðan 1 mappi á móti gott að hafi ekki verið á móti Súsjá í Ancient. Þess fyrir utan búin að vinna allt og búin að vera þægilegur á meðan. Þeirra besti leikmaður, skal ég svo segja, er Tony. Þar á eftir kemur í rauninni mjög close á milli Píter og Rafle og það kemur rauninni ekkert á óvart. Þannig séð að Tony séð að hátt uppi, Akkeri gífulega góður og heldur uppi góða ADR-i en þeir að rönna rosa mikið á þessum opnunum frá Rafle og hann hefur verið svona kóngurinn hinum megin við Edison sem er á eftir í þessum opna kónga hlutverkum sem að skipta máli fyrir sín lið. Bara algjörlega frábærir. Manstu á móti Þór, það komu nokkur ránd þar sem að Edison skipti bara einhvern annan gír. Já. Og það var eins og við erum að horfa bara á
annan spilara. Það var eins og, þú veist, litli bróðir hafði bara hleypt stóra bróður aftur í tölvuna allt í einu í nokkur ránd. Af því að það bara, movementi breytist, þú veist, tempói breytist, hvernig hann var að taka píkin breytist, hvernig hann var að taka fætana breytist og það lætur mér svolítið spyrja, þú veist, ef við fáum þann Edison on fire í kvöld, þá geti það skipt sköpum fyrir KBJ. Vandamálið samt sem hann að fara að díla við hérna í þessum leik það að Dusty af öllum liðum sem í þessari deild eru bestir í að taka multikill, taka á móti pushum. Ég meina, hversu oft höfum við séð þetta, þú veist, Tony strandaður einhvers staðar hérna inn á site, skilurðu, það eru 3 menn að koma inn og hann tekur á alla 3 og, þú veist, haggast ekki. Hann liggur við, hreyfir sig ekki, hann sýnir ekki svipriði, hjartslátturinn fór ekki einu sinni upp, hann gerði allt í einni klippu í M4, þú veist, þetta bara, það ótrúlega erfitt að díla við það og þess vegna kemur mér ekki óvart að hann sé þarna efstur. Og náttúrulega sóknarliðinni, þá ertu að díla við rafleið, þannig að aggressíva riffil, combat vappa, þannig að það verður vissulega erfitt, en lykillinn að stýri á KBJ, ég sé það sem að við fáum þennan Edison inn á server. Þú veist, það bara, mér langar liggur að ég geti púlað upp klippu af bara eitthvað, hérna 10 pík áður en þetta gerðist og hérna 10 pík eftir að þetta gerðist. Þetta var alveg markverður munur. Og já, á þeim nótum þá skulum við bara kíkja á line-upið hjá KBJ út af því að það nákvæmlega það sem við þurfum að fara yfir. Ofvirkur Solo, Nonni Rodríguez og Edison og síðasta nafnið að sjálfsögðu sem varst að vísa í Edison. Gamla liðið hans Dusty og nú hef ég verið í Counter-Strike í mjög langa tíma og ég búinn að fara úr mörgum liðum, búinn að sparkað eða hætt eða hvað sem mér langar alltaf að vinna gamla liðið mitt. Já. Og þetta, svona, þekkjandi Edison ekki rosalega mikið, þá finnst mér alltaf eins og að vanti pingu upp á skapið í honum og að hann fyrir að sparka sér í gír og það eitthvað sem að mér líður eins og hafi gerst á móti Þór. Og þar hafi breytingin orðið, þar hafa hann byrjað að, þessi leikur ekki að koma til mín, ég verð að grípa leikinn, ég verð að stjórna honum, því annars erum við að fara að tapa. Og hann verður að gera þetta móti Dusty. Það engin annar í liðina sem getur gert það, mögulega ofvirkur, en hann búinn að vera aðeins fyrir neðan svona average formi sem allir hinnir hafa verið í. Já, og þú veist, við vitum það, hann svo þokkalega hljóðlátur, hann kannski ekkert mikið öskrandi inn og koms, hann kannski ekkert mikið að rífa upp klefan og svo færðu stóran persónuleika inn í eins og ofvirk. Rodríguez, ég myndir ekki segja að hann sé kannski hljóðlátastur, en hann samt svona, þú veist, hann ekki háværastur, nú þekki ekki Nonna nógu vel, en sama solo vokal, en kannski ekki, þú veist, æstasti leikmaðurinn. Ég velti því stundu fyrir mér þegar ég horfa á þetta line-up hvort að, þú veist, orkan sem að ofvirkur kemur við inn í liðið svona matchi við restina af hópnum. En ég held að hún sé þörf og ég held að þessi frekar það að skilur þeir þurfa að finna leið til þess að komast á sömu bandvít og ofvirkur í þessum augnablikum þar sem að hann bara þú veist, í þessu og bara þú veist, gíra sig upp versus það að hann þurfa að fara niður á þeirra level, sko. Þetta rosa mikið, ég svo sammálaður út af því að það hægt að taka orkuna sem að ofvirkur með og yfirleitt hún stimpluð sem neikvæð orka. Þetta bara, ég hata að tapa orka og nú var ég fyrir aftan á einmitt Skjálta þar sem þau voru að tapa leik og orkan svona einhvern veginn bara sogaðist úr þeim og maður fann bara loftið verða þyngra og það var enginn að berja þá áfram. Ofvirkur myndi heldur betur láta heyri í sér og hann þarf að gera það í kvöld út af því að menn að tala það allavega, það helvíti lágur stuðull á þeim þannig að hann gæti þurft að öskra menn áfram. En ég að fá í eyrað hérna að við erum tilbúin með vítóið og ég er með 2 vító fyrir þig. Annars vegar það Dusty að íta KBJ algjörlega út í djúpulegina og vítóa núk frá þeim og þá þeir strax komin í vandræði eða þá vítóið þegar að þeir leyfa þeim að fá núk inn og það Overpass Inf Anubis eða Overpass Núk Anubis.
Ég hlakka til að sjá hvað reynist rétt hér og við erum konum með þetta upp, Dust 2 fyrsta bann. Á meðan að vídeó er í gangi þá ætla ég að smakka þennan hérna Spring Edition, Super og Sakura Bræð Red Bull, því að við fengum ekki að vera með revíli þar, þú veist, aldrei þessu vant og ég var svo svektur að ég baði kaldan í næstu útlending og ég fekk það, ég er svo ánægður. Þeir hlýttu þér bara. Já, ég veist, hlýttu mér, þeir eru bara yndislegir. Super og Sakura. Overpass, pikka af Dusty og þetta þessi djúpalög sem við erum búin að tala þeir eru með þennan haukihotni sem að Dusty-lið, áður Þórslið hafði alltaf. Inferno. Já, þetta er nákvæmlega það sem að er mjög fínt fyrir KB að fara í Inferno. Það geta stýrt meira momentuminu og þegar við tölum KB, þetta er eins mikið momentumlið og hægt er. Þeir hata close-leiki og í raun og veru, ég var aldrei undrandi á því að KB hafi sigrað Þór út af því að þessi brawly löngu leikir er ekki að falla með KB. Þeir eru að vinna frekar þessi momentum-based, það sem þeir eru í rauninni bara bustalið. Enda í núk, hérna í Decider. Fengi að velja á milli Anubis og Núk, vilja frekar fara í Núk, en Er það þægindi, þú veist það hlýtur að vera bara þægindi? Já, það er bara þægindi. Þeir eiginlega vita það með að við overpass pikkið, þeir eru að fara 0-1 undir í þessari seríu að öllum líkindum, þeir eru náttúrulega að fara þá eftir að spila heilt mapp og allt það og þeir byrja náttúrulega CT main sem er bara fínt, en þeir þurfa að koma heitir inn, þeir þurfa að gera leik close og það er þrautinni þingra og koma heitir inn í Inferno því að þeir byrja mögulega terma inn og það getur verið erfitt að vera lokað í Inferno. Þú veist, þeir mega ekki missa dampin í overpass, þannig að það kannski eftir að liggja svolítið mikið á þessari CT-hlið hjá þeim í overpass akkurat núna. Þú vilt talandi momentum, skilur þeir fá tækifærið að byrja CT í overpass væntanlega á móti Dusty. Ef þeir loka góðum hálfleik þar, ef þeir posta kannski, þú veist, 8-4 eða þú veist, 9-3 eða jafnvel eins nálægt og bara 7-5, að þá ert alveg komin í þú veist, smá pepp þeirra megin, skilur þú veist, þú sér til sólar. Ég held að þetta verði svolítið disaster ef við erum að horfa á það að Dusty taki bara eitthvað 10-2 á tær hliðinni, þú veist. Senasti overpassa móti Dusty fór 13-3. Hvernig heldur þetta að fari? Serían í heilsinni? Heilin á mér lógiska segir að þetta verði 2-0 Dusty, en ég ætla að gefa að KPJ grípi Inferno í einhverju ruglu dóti og við förum í 2-1. Já, Dusty. Þá ætla ég bara að giska að þetta fari 2-0 fyrir Dusty og höfum þannig. Við ætlum að kíkja inn í overpass hins vegar. Dusty eru náttúrulega bara ógnarsterkir í þessu mappi og KPJ þurfa að koma með eitthvað og sýna okkur eitthvað að þeir séu tilbúinir í hennan undanúrslitaleik því að þeim er ekki gefin griður og ofvirkur. Hann náði hann þarna í 5-minni. Hann er fallinn, hann spottaði þá hlaupandi á miðjunni og veist, þarna akkurat spyr ég mig kannski smá, þú veist, timingið, bjóst hann við því að myndi komast Clem og í var eða ætlaði hann bara að reyna að feysa, svingaði kannski full vítarna til þess að feysa og vitandi það að þeir eru margir að hlaupa. Smá mislesi þarna, en Dusty þeir stoppa þrátt fyrir opnuna og setja upp í gott execute. Nonni hérna í bankanum. Úr í banka, ekki banka, en Solo í bak! Hún að finna 3! Og gerir vel hérna Edison, nær Tony út með Nonna sínum allra besta. Pandas nær 2 þarna! En loksins lokaðir á Dusty og þetta er Solo alla leiðin í gegn. Þetta var risastórt. Ég ætlaði með að tala þetta leið og ofvirkur spottar þá sérðu Rodríguez og Solo hlaupa út monster og í bak og það gafst ekki tími til þess að einu svona byrja að tala það hvernig tímasetningi myndi virka þar en hún virkaði svo sannarlega vel og Solo nýtir tækifærið, fellið 3 í bak, Rodríguez er með 4 og þessi hraði flank vinnur þetta ráð fyrir KPJ. Þetta er með M4. Þetta er leikmæri sem á allt að fá riffil í hendurnar. Ef einhver á pening þá innskota á droppur honum í áttina að þetta og þú kaup bara C-setu eða eitthvað. En
Anti-Egoin hafa kannski ekki verið upp á 10,5 eins og við sáum til Þór og Dusty, þeir gætu verið að gera nákvæmlega það. Það nú bara ein degla, 2 P250s, 2 glokkur, skulum setja stuðlinn í 97-3 á að Dusty vinni, en aldrei segja aldrei, við höfum séð álíka hluti falla áður, en það labba hægt hérna í gegnum fjarkan inn á klósettinn. Ofvirkur, spottandi fyrsta, grípur í grensuna, ættakastinni hérna en aðeins of seint, Edison liggur í valnum, Ofvirkur með 2 nær að koma sér í var en Peter með glokku nær að jafna hann við jörðu. Þetta M4 komin í hendnar á Tony, engin armor á honum hins vegar en hann nær samt sem áður hauskotinu og það skilur restina af KBJ, Rodríguez og Nonna eftir í slæmum málum, sérstaklega það sem að er bara Rodríguez einn eftir með MP7. Við erum búin að sjá þetta aftur og aftur og aftur. Þetta er vesen að eiga við gott pistol round og það er nákvæmlega það sem gerist hér nema Rodríguez ná að gera eitthvað frábært. Það munur hann eins og bara 1 sekundu á þessari grenu og njúi á réttum tíma til þess að loka bara á þetta push, en hún kemur aðeins og seint. Þeir ná að komast þarna út, klemma Edison og finna þessa 2 rifla og Tommy, ég sagði 97-3, þú veist, ég hef engin orð. Veist, ég set bara svona pingulítið stjörnumerkingu á það að í staðin fyrir að grensa eða smóka beint inn í klósettin, þá ákveður hann frekar að blokka á fjarkan og grensa seinna inn í klósettin. Þú veist samt að þessar pistols eru að fara að hópast á þig eins fljótt og auðið er. Pingurillu mistökin mögulega, hver veit? Ég meina að það eru þessi mistök sem þú mátt ekki gera á móti Dusty. Það er bara þannig. Og þú þarft að vera tilbúin að taka bardagan í hvert einasta skipti af því að þú veist það að þeir eru að fara að mæta með hann á tröppurnar heima þér. Já. Það er engin Dusty megin sem er eitthvað að tvínuna eða svona efast það að taka nokkuð fætt. Þetta sem liggur í valnum hérna í tenginu, 2 eftir þar samt sem áður og Tony ætlar að sækja. Og tímasetning og Dabbi fellur þetta með Rodríguez. Þetta frag Þú finnst aldrei við 3. manninum hún í konna. 3-2 þeir eiga aðsæti auðvitað sækja hratt en vita hann samstöðu ekki að þeir eru 2 yfir á bíinu. Og hér er þetta Peter gæti gert sér hugmynd það að sé einhver búinn að pússa þarna. Mjög splitta upp akkurat núna en Peter ætti að leggja leið sína í áttina af sínum allra besta vin í Ravle. Þetta er round sem að skipti sköpum fyrir KBJ í þessum hálfleik. Ef þeir ná að snúa þessu aftur við á punktinum, koma sér aftur í góða stöðu, tala nú ekki um að lifa með 3, þá erum við að horfa á allt annan hálfleik hérna, Tommy. Nonni gæti verið að finna einhverja tímasetningu. Þeir eru vel settir upp fyrir þetta. Nonni með 1 í bak, Ravle liggur í valnum, Peter með bombun á bakinu. Gott spraydown nær Nonna niður, en þeir eru 2 nálagt og Rodríguez hendir í frakkið á Peter og þeir svara. Pick upp 2 AK-a og peningurinn í ágætismálum, ekkert frábær en þú veist, nógu góður til þess að forsa alltaf inn í þetta round hérna frá Dusty. Já, þetta er þetta skemmtilega force-stríð sem við sáum náttúrulega í KBJ Þór-leiknum. Já, bara í rauninni hver vinnur 2 ránd í röð sem að þetta hættir að gerast. Já, en tölum líka það, Tommy. Við erum 3 lótur inn. KBJ er búin að finna 2 lótur. Það er nummer 1 mjög jákvætt. En nummer 2 líka, þeir ná að snúa þessu við. Það var frábær strategi að taka sjensinn á það að setja 3 niður í konna. Dusty býst alls ekki við þessu, halda þeir sem að klíra konna þegar þeir klíra fyrsta. Það kemur lélugur fætan niður í konna og svo, já, á endanum er Nonni eftir og kemur að overum. Og Peter með geggjaða opnun á skátinum. Stiltilegt. Góðu smókar, Ofvirkur. Það er skáti gennum smókið. Það var kúlutinu gennum smók en enginn sem fylgir þessu. Supportflassi kemur upp og þá eiga þeir klósetin í rauninu. Ekki grensa núna en Ofvirkur, en
gerir vel, Nonni komin í rótið en þeir eru lágir. Þeir vita að Nonni þarna nálagt. Svingar þarna yfir og þá voru þeir tveir móti tveim. M4 og AK móti tveim AK en þeir eru langt í burtu. Þeir eru langt í burtu, spurning hvort að KBJ eigi eitthvað stöf til þess að hafa áhrif á þetta. Nei, þeir labba hérna hægt upp og góðar postplanstuður hérna. Rafli komið framalega niður í banka, mun taka mótið þeim snemma. Þeir þurfa að vera undir það búnir. Spurning hvort að tímasetningin hafi unnið með KBJ þarna. Ég held að Rafli hafi ekki tekið eftir þarna upp og solo, vel staðsettur og er að horfa á rétta stað til þess að taka mótið þessu. Smókur og flass, tveir smókar. Sér þetta fyrsta, solo geti verið á bombun en er það ekki eins og staðan er núna. Er núna fyrir fætin með kit. Þægilegt. 2 ránd í röð fyrir KBJ. Solo er að spila hrikalega vel, Tommy. Já. Það eru margir sem hefur getað klúðra þessu á einhvern hátt en hann gerir þetta vel, hann leifir leikmannunum að klára klippuna sína í gegnum smókin áður en hann svingar hinum einn við kassana. Eitt sem er skemmtilegt við Þórsleikin, Edison að sjálfsögðu maðurinn og svarunum, það er bara verður að segjast fyrir KBJ. Leikmennir sem stigu upp með honum hins vegar, það var eitt stykki Rodríguez. Já. Það þarf einhver að stíga upp með Edison og ef að Solo ætlar að gera þá eru impactið sem Solo getur komið með í leiki með fullri vinningu fyrir Rodríguez þá er Solo með gífurlegt impact og þarna sáum við nákvæmlega það. 7-1 framan af í þessum leik, Tommy, og þetta B-akkeris dúó hérna í Solo og Rodríguez eru samanlagt með 11-2. Það er bara, gæti ekki verið betra. Gæti ekki verið betra. Þetta er rotated, það er ekki ennþá búið að fara B, sko. Þetta er allt rotated. Pistorándið, 3K. Vappi ofvirk og Edison. Sér hérna eitt leikmann í blöðrum. Ég ætla að segja Bloons, en það er alveg eins hægt að þýða það. KBJ eru búin að vera duglegir að gefa ekki map control hérna á miðjunni. Þeir eru í það minnsta að finna upplýsingar og ofvirkur er komin hérna á vappan. Gæti... Það er einhvern að fara að bíða inn á klósetti. Þeir eru að fara að bíða inn á klósetti. Þetta er slæmt. Þetta er slæmt. Ofvirkur gegar á skotinu þegar að keislan kemur. Það er riffið komin í hendurnar á Pandas. Frábært skot frá Ofvirk þarna en þeir setja pressuna á hann, finnur ekki seinni mannin en Solo. Hann er komin upp banka, hvað getur hann gert? Hann fellur á móti Pandas. Rodríguez og Nonni, þeir eru straujaði niður af síðustu 2 tekkunum og Dusty slá tilbaka hér á Pistol og Tommy. Þessi leikur er byrjaður að skila. Já, hann er nákvæmlega að gera það. KBJ enn og aftur ná að sniglast þarna inn á klósetti í andlitið á þeim og það hefði í raun ekki geta verið verri vopnat að taka móti M4A1 og Vappi svona semi-close eins að halda 5 fjarka. Þetta sé bara allt og nálægt þessu hotni til þess að það sé gott fyrir hann að vera að svinga inn í þessar tekkur. Það er bara ekki mikill munur á bara effective damage á þessum 2 vopnum á svona stuttu færi. Já, bara enga veginn. Tekkan hefur bara góðan séðans þarna á hvað þá 2. En þarna, ég talaði um það, þeir eru ekki að gefa miðjuna, þeir eru búin að spotta infóið, en í bæði skiptin sem eru búin að fá mikið infó þarna, þá eru þeir ekki kannski búin að vera að bregðast rétt við því. Þetta var 1 smókur frá Dusty sem smókar 5-una og það er ekkert verið að finna infó, kasta util inn í toilets, þeir ná að komast framalega algjörlega frítt. Edison endar á eyju á sama stað og Ofvirkur var á eyju. Edison við að finna Peter hérna líka núna og þetta lítur að koma með svona ákveðið PTSD inn í hausinn á Dusty. Eru þeir fleiri hérna onni í konna? Ofvirkur heitir í Rafli hérna. Og já, fellir Ofvirk. Þá eru þeir 3 og taka Rafli hins vegar niður. Deklan þetta að gera góðan skada á hann. Þeir eru bara hægt og rólega að vinna miðjuna, vinna klósett, vinna 5. Þurfti hauskot en allt kom fyrir ekki. Rodríguez og Solo komin í vörnina. Rodríguez nær 1. En þetta er allt of stórt verkefni fyrir 1 stykki Solo. Og allt jaft hér. Allt jaft hér, KBJ í spari.
Það ekki hægt að forsa á bakinu þessu. Það er erfitt. Nei, það væri ekki góðsviti. Það væri döðdómur. Já. Algjör döðdómur. Það þannig, Dusty náði að strengja saman 2 lótur í röð. En, jú, vissulega myndur kannski búast við því að KPJ hefði náða að stabilisera sig aðeins betur eftir að hafa sett 2 lótur í röð þarna, en þetta tapa mótum tekkum bara ansi dýrt, Tommy. Þú mátti ekki lenda í þessu þegar þú ert að reyna að pósta svona góðu skori á séttileginni. Og virkur og þetta er sen í kringinu einangra fætin og Rafle fær info að einhver sé í tengi allavega fyrir ofan þennan molla. Þetta gæti fría ofvirku hér og Rodríguez með nófuna! Það hefði ekki geta verið betur staðsettir þarna. Það var double-zoomið, opnar, drepur fyrst rétta mannin með AK-in og fær 1 stykki AK beint upp í hendurnar og er vellauður eftir þetta ránd, en þeir svara leið. Þeir ætla að fara hratt á 5-una. Það er einhver bank brandarið þarna, Tommy. Rodríguez. Og þetta B-duo, Rodríguez og Solo. 8-3. Pandas kom með B-setið, ekki búin að klírað út vissulega. Einn á shortinu, það er Rodríguez með AK í höndunum. Klæjar, hún langar svo að kíkja inn í þetta. En þeir eru að leggja allu á A-sætið akkurat núna. Vappalínan er góð fyrir nákvæmlega þetta. Og þarna sér hann taka niður Peter. Molli og Grensa. Nú þarf hann að passa sig á Pandas, hann er að koma í bak. Pandas getur verið risastórirna, hann er búin að láta heyra í sér. Ofvirkur ekki búin að taka eftir því að hvað? Jú, hann finnur hann en Peter finnur Nonna á sama tíma. Og þá eru þið 3-2 hér. KPJ með manni yfir. AK og Nova. Þetta er sem að fara löngulegina 5-una. Það er ekkert kitt í play hérna. Peter. Ó nei, Peter er lár. Hann veit samt ekki hvort hann takkaði, en hann veit að hann takkaði 1. Einhvern veginn náðir að láta þetta virka. Peter og Dabbi með klínik það hvernig þú heldur póstplanti. Og virkur lætur heyri í sér þarna. Það er búið að vinna alla vinnuna þarna í tenginu. En mjög vel spilað hjá Pandas að ná B-sætinu, puss í bakið. Rodríguez nær ekki flankinu á flankaran. Nei, og ég meina, Ofvirkur endar á því að díla við það. Hann heyrir í honum af því að Pandas kemur hlaupandi upp og gerir rétt og finnur hann. En það sem að tryggir þetta ránd í rauninni þessi staðstefning hjá Peter, hvernig hann spilar sinn part af þessu rándi postplant. Þetta lörk þarna bak við ruðstartununar og ég man ekki hver að var, ég sá ekki hver að var KPJ með einn sem fer þarna, sem er að labba í hann. Okkur Rodríguez, já, hann, spreyjar í gegnum girðinguna. Það er svona desperation move. Þið erum í yfirtölu. Þú þarft ekki að fara í þetta desperation move. Pandas með Solo. 4. Pandas gerir vel og virkur með góða línu. Peter veiða út skotið en borga fyrir það með góðu tjöngi af hápínu sinu, en Rafle svarar. Þá er það skipta fókusin það yfir á B. Nonni í bústinu gæti orðið risastór hérna ef að tímasetningin er rétt. Hann finnur Tony. Það er einum, þeir þurfa að standa í báða lappir hérna í teikinu og þeir eru komnir í monsterið, komnir út. Rodríguez gæti gruna það. 3 sterkir að koma út á B-inu, Molli á tunnur, áður í vatninu, vita af Rafle á shortinu. Lappin á short, ekki takkaður, Pandas ekki örlítið. Þannig má í rauninni ekki falla, þarf að býja fyrir Edison, smókurinn feitar. Pandas gerst það sem vil taka móti sér, Edison með frábæra opnun og snetta frakkið. Rafle var vel takkaður niður þarna og það hjálpar heldur betur til. En þeir eru komnir með þrjusu flotta vörn þetta svona framan af. Það er verið að henda
erfiðum teikum á hann með mjög hæfileikaríka leikmenn á bakvið sig, þannig að þetta er ekki djók. Nei, Edison bara hvernig hann finnur Pandas þarna, þetta var eins og hann var að executa þennan sæt, væri bara að opna sætin. Hann algjörlega afgreiðir hann þarna af mikilli nákvæmni og það veit á gott ef að Edison svona mikið að hitta. Það verður heitur. Hann verður að heitur. Ég meina 4-7 vissulega, en impact frökk eru það búið að vera. Opnarnir með deglur, að finna 2 þarna til þess að loka rándinu. Aggressíft í Fountain. Sett upp í þessu rándi, Flash inn í vikrándið. Aðeins spámaði í gegn og horfið síðan í burtu, verið að valda smókin í þokkabót og playið búið að renna út, en skildu þarna Edison eftir í erfiðri stöðu, en þeir komast heilir að húfi tilbaka. Sér líka bústið þarna yfir smókin. Þakkar Guði fyrir að vera á lífi. Já. Það er stundu bara fínt. Í aðeins framalegri setupi núna í closetum og alltaf að finna ykkur að fæta. Rodríguez finnur Panda sem glæsilegt rífrak hjá Tony. Þetta er frítt, en Edison, það er engin afsláttur á Edison. Nei, Peter hlýtur að vera að sparka í sjálfan sig undir borðið fyrir að hann ekki klára þetta. Þeir eru að hönda. Tony er í góðri stöðu til að svara og gerir það gott hauskot, en Tony fær eina kúlu á milli augnana líka. 3-3 hérna, en það er ennþá ofvirkur solo á Yes-sætinu. Edison þarf að finna þennan fight. Dabbi komið framalega, hann er búin að finna Edison. Það er þá bara ofvirkur til þess að taka á mótið hér. Þeir veit ekki af honum. Er hann einn. Og Rafle hoppar upp á dæsið, finnur frakkið og 5. rándið fyrir Dusty. Alltaf hárspreitt frá því að galdra, en ég var hrifinn samt að því að taka fætin framalega í closetum. Það var aðeins meiri stjórnun á rándinu í staðinn fyrir að hleypa þeim alveg upp að sætinu. Ofvirkur á vappanum vildi spila löngulínurnar, en það var kannski ekki alveg að henda ég vel þegar Dusty getur bara lappað upp á þér. Nei, og ég menna þú sér það, Dusty komuð allir lurkum landir inn á hann sæt. Það var flestir búin að taka einhvern skaða og þetta var vel gerlegt, en gekk ekki upp í þetta sinn. Solo frá Peter, Edison og finna Dabbi. Ofvirkur með Tony og þeir kremja þá hérna. Rafle með uspuna uppi. Og Panda seinna eftir. Mach 10. Og þeir eru flestir konum með byssur á sig. Það er búið að smóka í þokkabót rampin. Kemst samt inn í playgroundu. Það er að feysa. Hún er þetta fyrsta. Makkan gerir vel. Nær vappanum út. Þetta er frábær byssa. Hann er ennþá 100 líf. Frábær byssa fyrir nákvæmlega þetta. Það er ekkert armor hinum megin. Það er Rodríguez með 5-7. Það er hent sér inn í engulið og krækir rándið. Og það eru KBO sem er að gera gífulega vel þarna. Skemmtilegt setup, 1 í tengi, 3 inn á closetum, 1 flash, allir sína sig. Já, KBO er búin að sína það að þeir eiga allavega eitthvað í closebókinni í Overpass. Já. Búin að gefa okkur, þeir eru ekki búin að spila 1 round hér á sétihliðinni eins. Ekki búin að vera fastir í einhverju ákveðu defaulti. Þeir eru búin að spila mörgum í konna, þeir eru búin að spila framan á miðuna, aftan á miðunni. Þeir eru búin að spila upp á hröðrótið, hægrótið og Pandas leipur hér í gegnum molla, hann er leitað einhverju. Allir blindir. 10,5 á þetta util hjá Ofvirk og þetta var bara geggjað. Og þetta sendir Dusty í smá vesen í síðasta randinu. Sendir á í vesen, 2 hálfkaupið náttúrulega að klára þetta og það er kannski svona, sko, Dusty er náttúrulega meistarar í því að fara 6-6 í hálfleik, bara svona, skulum hafa það á hreinu, en það samt sýnir, sko,
Ég ætla ekki að segja að það sé óvirðing í garð KPJ, ég held að það sé meira sjálfstraust í eigin getu að Dusty ákveða að taka 2 hálfkaup þarna í staðinn fyrir að spara þetta round, taka bara, þú veist, pistlur og eiga fullt kaup hérna í síðasta til þess að loka þessu 6-6. Þeir eru búin að vinna 2-leik, þannig að ég myndi 100% hafa trú á því allavega. En ég hef mikla trú á þessu. Ofvirkur, hann hlýtur að finna eitthvað hérna, hann er allavega komið helling af infói. Þessi smókur feitar. Eitt nálagt. Það er að skipta tekku. En Dabbi fyrir til, grípur vappan, Edison. Nær góðum skaða hérna á Tony líka. Solo í gegnum smók. Og þá var það allt á Rafle. Rafle á bjénu vissulega. En ja, bomban í blöðurum. Sko, ég myndi segja að þetta sé bara þrælgóður hálfleikur hjá KPJ. Taka þetta 7-5. Meina 7-5. Já, virkar eins og þeir sé að spila með miklu meira sjálfstrausti heldur en við sáum á móti, já, jafnvel Þór. Spila með meiri ásetning líka. Já, Gott plan, skilja. Þeir virðast aldrei vera í einhverjum vafa hvernig þeir ætla að rótita, hversu mörgum, hvernig setup er í byrjun rounds, eru með pistol setup, eru með half-by setup, vappa og M4 setup. Allir líka að taka þátt, 10 fellur á ofvirk, 11 á Rodríguez, 10 á Solo og Edison komin upp í 12. Hann sást það líka hitnaði eftir svona kannski fyrstu 5-6 lóturnar, þá byrjaði Edison að finna fleiri og fleiri frögg og það þétti aðvörnina það mikið að það byrjaði bara að verða erfiðara fyrir Dusty að keyra þær í gegn. Það tapa í rauninni megnið af þessum rándum sem þið tapa í hálfleiknum á því að missa aðvörnina og missa Edison fram. Já. Tímalaust en 1 flass í miðina og Peter þarf að hverfa angulinu en þeir eiga ennþá Dabbi inn á klósettum. Hann gæti verið stór fyrir þá. Flassið er gott og þeir ætla að hönda niður þetta Peter sem er staurblindur. Tony vita honum í banka en Dabbi, hann er með 2 glæsilega fellur en Nonni ennþá í bak. Uspan þarf að gera skaða á Dabbi allinu 1 eftir. Bomba er komið niður, 1 inn á sæt og annar inn í banka. Eru bæði pistróttir að fara til KPJ eða er Dabbi að gera eitthvað stórfenglegt? Nei, ekki svo gott. Einfalt pistolhand hér hjá KPJ og Dusty í rauninni að reyna aðra tegund af þessu hraða flanki í bak sem við sáum koma út úr KPJ í fyrsta rándinu. Gengur, ég meina Dabbi finnur 2 þarna, þetta er frábær skot frá honum en pressan aðeins of mikil frá KPJ og þeir kannski ólíkt Dusty þá fóru þeir alla leið yfir sætin og inn hinum einn. Já, líka mér finnst jútilið flassið fyrir Opti mjög gott. Já, líka á staur. Alveg staurblindur og Dyson ætti að blindast þessu flassi líka. Þá sjáum við hvað Dusty geta gert hér. Novan virkaði ansi vel fyrir Rodríguez hér í fyrra hálfleik. Geta Dusty menn látið hann að syngja svipuð lög. Lítill fugg sagði mér að Nova sé besta long range shotgunni, sko. Hún er það, sko. Það ekki? Já, þetta er bara, þú getur alltaf eins keypt þér vappa, sko. Nei, Rafle! Hann er flassaður líka! Nær einum, skjátil á línunni, nær bara takka! Þetta flass, það var of gott. Það var of gott. Þegar flassið þetta er gott að blinda líka liðið þitt. Tony hleypur í gegnum smókin og hann er bara að finna 1, hann er bara að finna 2! Novan! Hún gerir margt. Það er Pandas eftir með Novuna, hann stendur hér í smóknum, Nonni er að halda på smóknum. Smókinu var feita. Kemur í gegn! Nonni! Hann nær hauskotinu. Þetta var svo tæft. Tæft var þetta. Sko, ég bara get on the Nova train, sko. Ég er að elska þetta. Getum við fengið Nova í hvert einasta ránd? Ég bara, ég er ekki á móti. Sko. Ég fíla það í botn, sko. Þú getur one-shot að gæja á svona 20 metrum ef þú hittir rétt í haus. Já. Þetta er ótrúlega. Er þetta shotgunni sem er best fyrir first bullet accuracy, hverja? Já, klárlega. Þú spilar þetta bara eins og deglu. Ég veit að það hljómar heimskulega, en þú spilar þetta bara eins og deglu. Þú er bara með á haus. Nova, Nova!
Tony! Tony með Nova. Keeping it alive! Búin að finna einn! Hann nær tveim. Hann hálsbreytt frá því að ná tveim þarna. Ég meina, hann tekur 50% á Rodríguez. Hann góður fyrir 1,5 hann þarna. Rálega púsa 5. Vá, hvað voru einhverja breyting að gera það? Er fólk bara loksins að fatta? Það er loksins að fatta. Þetta sem vil ekki kíkja einnin í þessa diglu þetta. En þetta var snirtilegt skot. Vá. 3-4 núna og þeir þurfa að pressa saman og klára rándið því að það er ennþá hætta í þessum 5-7s. En digla á Peter vissulega og hún staðist á A-inu en ætlunarverkið hjá KBO er að enda B. Bombunni rótið það þar yfir Solo væntalega annarkvort á að koma í já, það var hann kláraði allavega. Þetta setur einhverja hreyfingu hérna á Dusty menn, þeir svinga til þess að klíra monster. Spottuðu bombuna. Ágætt grensa. Ætti að geta ekki gert það 3, sérstaklega sem að Solo er komið bakið. Einn í púlstrákar. Einn púl. KBO 10, Dusty 5. 10-5, Tommy. 10-5. Ég skal viðkynna það, það var ekki á bingospjaldinu mínu að við vorum að horfa á 10-5 KBO í vil hér eftir 16-15 lótur hér í leiknum. Nei, svo sem ekki, en bæði pistonrondin fóru til þeirra, en það var ströggl að konverta fyrir KBO, töpuðu þarna á móti Glokku, P250 eitthvað. Þetta ránd hins vegar, ef þau byrja að læsa niður gunrándum, þá getum við fara að tala um þá. Já, vissulega, þú veist, halvu sigurinn er nánast kominn þegar á 10 rándum, en það er mjög erfitt að brjóta niður góða overpassvörn. Já, overpassvörn sem er komin á kaup og það mæð mikið hér á þessu rándi hjá Dusty og þeir ætla að fara í boost hér yfir en Tony sér við því og búinn að finna Solo. Þetta er hættan við þessi boost. Og núna verða þær að hafa einhver svör, eitthvað backup plan. Dabbi er búinn að finna Rodríguez. Og þetta er meira í takt við það sem við erum vanir að horfa á overpass frá Dusty. Já. Dusty einhvern veginn búinn að taka smá skada en finna sjálfast í góðri yfirtölu. En staðsett að taka á móti en Peter með 2 þarna einn eftir að leita að einhverju meiru, 28 líf á honum. Snirtilegt hjá Peter hana. Þetta er sem flasar henni yfir, nær bombu vissulega en spottaðir aftur af Pandas sem fer yfir að 5-unni. Tony ætla bara að svinga beint í hann. Tekur smá skaða og hérna er Dusty bara að reyna að halda eins mörgum byssum á lífi og mögulegt er því að þið vita að þetta gæti verið aðeins lengri leikur en þeir ætluðu sér. Þau eru smá comeback en Tony læsir þessu niður og Dusty vinna fyrsta gunroundið. 10-6. Sko, Tony er 18-11. Ég held að það sé enginn í allri ljósleiðardeildinni sem er hljóðlátari að stafla frökkum heldur en Tony. Nei, það var alltaf Stals og Tony tekið við. Já, þú veist það bara, þú tekur ekki eftir því en hann er einhvern veginn bara, þú veist. 1 hér, 2 þarna, 3 og meira segja 3K er svona, ef það er ekki gett flassi þá er það bara svona 1 hérna, síðan rótar hann eitthvað í burtu og þarna. Já. Mjög þægilegt að fylgjast með honum. Þetta er næstu því svona sensual að horfa á hann. Já, ég er sko, þú veist, ég skal bara fara on the record og segja það að ég sé einn mesti Tony maður Norður Evrópu. Þú Tony fan? Já, þú veist, það er mikill aðdáandi. Já. Mikill aðdáandi. Hann er einn af mínum uppáhaldsspilurum að horfa á. Það er bara, og hefur verið það bara frá bara stofnun Leno-deildarinnar. Já, ok. Já, við erum uppáhaldsspilara líka. En við skulum aldrei greina frá því. Nei, ég meina, ég reyni alltaf að vera hlutlaus þegar við erum að lýsa, Tommy, sko. Já, maður er alltaf hlutlaus, maður vil bara sjá góð strött og góð play. Sammála.
þess vegna vil ég líka 3 möpp hérna sko. Ég væri geggja til ég að sjá KPI og taka bara uppsettið hér í Óðurs og setja okkur í alvöru inferno. Það væri pressa, það væri gífuleg pressa að setja á Dusty. KPI og núna fá tækifæri á svipuðu rondi og Dusty gerði svo vel með hér í fyrrihálfleik, komið framalega á klósettunum og fá að strauja hérna út. En það frábærar viðtökur hérna á sæt frá Peter og Rafle. Þannig á skátinum átt að hjálpa það til í 5-munni. Rafle hafi spottað með að hoppa upp? Nei, getur ekki verið. Litli vappin hörvar, stóri vappin höndar. Þetta Pandas með AK sem að höndar hér og 10-7. En nú er pening aftur og við sjáum kaup og þeir þurfa að vera með eitthvað. Skrifa niður í glósubókina sína fyrir nákvæmlega þetta. Það eru 3 round sem þeir þurfa að krækja í og það gæti verið þrautinni þyngra. Já, og ég meina, þú sérðu munin á því hvernig þessi round voru að fara í fyrrihálfleik á móti vörninni hjá KPI miðað við þetta. Það var eins og að drekka vatn. Þú veist ég að taka á móti þessu play. Þú veist, bara Peter með 2, Rafle með 2, búið að kæfa þetta. Svona miða við hversu mikið, þú veist, killzone púlið fyrir framann A-sætið fyrir Dusty, þá var KPI ítrekkað að leyfa Dusty að komast í þá stöðu. Búið með block utility sitt fyrir Closet og Fjarka. En hans hægara default hérna. Dusty að spila vörnina sína aftarlega. Núna síðustu 2 round, þeir eru ekkert að berjast fyrir þessu miðjusvæði, þeir eru ekkert að berjast fyrir balloons, þeir eru ekkert að pússa eða setja pressu á fountain, gefa bara öll closet inn og halda í sínu aftarlega setupi og núna kemur annað take og í þetta skiptir með jútil og byssur frá KPI og hvað geta þeir gert hér? Rafle tekinn niður lágt, þeir halda áfram húsverði gegn, þeir farðast fólkinn smókinn. Það var Tony fallinn, Ofverkur og Rodríguez með sig og það yfirtala hér, Pandas bara 1 eftir á móti 4. Pandas gegn smók nær 1 en Rodríguez heldur smóknum og fyrsta gunroundið í seinni hálfleik til KPI og þetta stórt. Út af því að núna þurfa að virða teikið þeirra á A-sætið og vera að veikja B-sætið ennþá meira og hægt að vinna með það. Já, og í rauninni núna ætti spurningin Dusty megin að vera ætlum að hætta að leyfa þeim að fá miðjuna fría. Já. Af því að eitt af því sem að gerir overpass að þessu erfiða mappi á móti liðum sem eru góð í overpass það að þú þarfst að hafa fyrir hverjum bita af mappinu sem þú ætlar að taka og ná stjórn á. Og Dusty hafa ekkert verið að láta og hafa fyrir því að taka miðjuna, að taka longið, að taka hlem, að taka bathrooms, að taka þetta allt saman. En núna þarf að koma að því að KPI þurfa að fara að taka skaða. Jafnvel eitthvað mannfall til þess að fara að komast lengra og lengra inn á mappinu en því fylgir líka ákveðin hætta. KPI situr á 11 roundum, Tómi. Það eru 2 round til þess að klára þetta. Kaupið ekki frábært Dusty megin. Alls ekki gott og svona helstu leikmenniti sem að ætti að vera með byssur í höndunum. Ég horfði þá sérstaklega á Tony og Rafle og Peter. Einn af þeim ekki með bestu byssuna sem mögulegt Spurning hvort að Pandas ætti að þetta riffil til hans en kemur ekki. Hann með Nova allir. Með Nova þeir ætla að mæta þarna í Konna. Dabbi komið framalega hér ástaf Pandas. Dabbi svingar í gegnum smókin, gerir þetta virkilega vel og þeir ná 2 fyrir 1 þarna. Ég ætlaði akkurat að spyrja spurninguna áður en að við færum inn í þetta round. Ætla Dusty að mæta þeim framalega. Það gæti verið snöggur endir á roundinu en það gæti líka verið snöggur sigur og svarið já, þeir ætla að mæta þeim og það gengur upp fyrir þá. Yfirtala Dusty megin akkurat núna. Framalega í tengi, fljótur rotate. Edison þarf að endja hér. Peter nærða einu, Nonni þar rífrækið, nærði ekki og Dabbe klárar ofvirk í Monster. Og sagan öll, hann varð að finna þessa opnun flawless en bara ekki að kíkja rétt átt. Nei, Peter bara fullkomlega staðsettur hann. Já. Það er svo auðvelt fyrir hann að vera eitthvað, þú veist, í pool eða eitthvað að fela sig hérna
bak við tunnur eða eitthvað svona, þú veist, ég meina hversu oft sérðu lið gera akkurat þau mistök, en hann stendur þarna bara, ég tek Keflavík, þú heldur Close Monster og ég er með bakið eitthvað sem Dusty gera virkilega vel. Pistols, Indigla á solo, tekka á ofvirk og ekki mikið meira til að tala smókur á ofvirk líka sem þið geta nýtt til að mögulega smóka tunnur eða álíka, en gott skot hjá Rafle til að opna rándið. Smókur fyrir fjarkan. Rafle ekki verið eins fyrirferðarmikill og við eigum að venjast í þessum leik. Nei. 15 á honum. Þetta overpass kannski ekki mappið hans. Það var bara kaldur. Samt þrjá í þessu rándi, þannig að hann er að bæta við sig. Svona það bara heyrt að ég sagði að hann væri með 9. Bara, nei, ég er með 11. Ég er með 11 sko. Akári hendurnar á KBOð aftur og þeir reyndu þarna við shortrörið og ég var hrifinn af því. Það væri til að myndi reyna aftur. Mögulega aðeins hægar og taka execute með lurker á B-inu. Það fer stórlega eftir því hvernig þessir tveir ætla að spila æð. Ætla þeir að gefa þeim aftur? Nei. Það er að fara early í opnum. Kastar á stöffi, heldur línunni. Bakkar, spurning hvort hún verið refsað hérna á Hrifin af þessu peysi. Nei. Mjög hrifin af þessu peysi. Þetta er gott peysi hérna á Edison og Peter er ekkert að búa stöðum svona snemma. Nær bara einum, Rafle í 5-unni. Nær að svara. En enginn er komin úr 5-unni til að hjálpa til í þessu pússi. Þeir eru 3 allir í púlinu. Og þetta er eins og ég kallaði Pool of Death. Smókin er góður og það ítir Rafle inn á dæsin. Þá þurfa þeir að fá eitthvað út úr lurkerinu sem þeir skilja eftir. Verða að fá eitthvað út úr honum, en Tony er að fylgjast með nákvæmlega því. Já, það var skemmtilegu hraði á þessu playi, en þú veist, þetta er svona, maður má ekki minnast á Rafle og allt í einu hittir hann þvílíku skotið þarna til þess að slökkva í þessu pússi. Ef hann geigar skotinu sem hann finnur þarna á fjarkanum, þá eru Dusty komin í vesen. En hvað geta Solo og Nonni gert hér? Pandas vel starfstíð til að taka fólk þessu og klára Nonna líka. Dusty styrta þetta í 11-10. Lurkin er náttúrulega langt fyrir aldur fram þarna. Þetta er það er búið að senda símskeiti og bréftúfu yfir á B-ið að þeir eru pottþétt að koma. Dusty einu rándi frá KBOð hér og það kallar á tekkur og glokkur. Það mætti maður á hesti og las svona tilkynningu. Já, það tók helviti langa tíma fyrir að fara þarna yfir. Hear ye, KBOð er á leiðinni B. Þeir eru búin að setja setup og breyta setup. Tappið með spray þarna í gegnum smókin. Þetta gæti virkað. Gæti verið tímasetning sem virkar fyrir þá. Tony, hann í Keflavík, Tappi og fyrir að búa þarna á tunnum. Pandas finnur Rodríguez og Tappi gerir sér bara aðeins og stóran að það. Nonni vissulega með hann í gegn, en það er engar byssur. Edison fallinn á grenunni frá Tony. Ég elska hann að defensive smoke sem hún kastar fyrir tunnurnar, þannig að þeir verða að koma hinum með við súluna eða frá shortinu. Þú ert bara öruggur á tunnum. Það er ótrúlega þægilegt. Já. Nonni. Hann er með bombu. Já, knapinn er komin aftur upp á A núna að tilkynna. Já. Hann komið þar á næstunni. Þetta er flass. Það var stíll yfir þessu flassi. Já. KBOð núna allt jaft. Það var eins og Rafle sko bara, hann nefndi ekki að íta á 1. Já. Bara, ég slepp þessu flassi bara. Það skiptir ykkur fór því. Þá erum við komin í 11-11 og það sem leit út fyrir að gæti orðið snöggur KBOð sigur hér. Þvert á allar spár.
núna ansi mikil brekka, Ofvirkur kominn á vappan hér og Rafli, hann ætlar að leita að einhverju hérna í miðjunni. Flushy Fountain frá Nonna, flassið út, en Rafli löngu farinn eins og vofa liðina jóla. Molly Matrix, Smokin' feitar. Þeir eru búin að ná opnun einu sinni á. Þetta skítugt skot hjá Nonna! Og þetta opnar á vappan og Ofvirkur með Peter. Þetta veiking á A-sæti en gæti verið falsvonir því að Tony ennþá í Matrix. Já, þetta Tony Special, þessi staða sem hann í akkurat núna. Þeir eru að veiða frá honum rotatið að þinginu, spotta hann út og vita hann núna, en hafa þið tíma til að swinga í hann hér. Nei, þið verða að hitta kúlunum samt sem áður. Swinga nær þremur! Hann má ekki gera þetta! Hann frægur fyrir nákvæmlega þetta! Hvað sagði ég? Þetta ótrúlegt! Þetta var sjensinn sem KBO hafði til að koma sér inn í leikinn aftur. Þeir voru búnir að feika hann, þeir voru búnir að koma hann stöðu, en það bara ekki nóg! Tony búinn að finna Rodríguez líka, hann með 4, Tommy. Vörnin búinn að hrynja í kringum hann, 1 eftir á eyju. Og ég sagði þetta fyrir leik, og ég sagði þetta þegar hann var 1 eftir. Þetta Tony Special, það enginn sem gerir þetta betur. Hann lokar þessu rándi og setur Dusty í 12 og tryggir í það minnsta jafnteflið. 1 eftir á A-sætinu. Eitt liðs. Þetta bara eins mikið 1 á báti og hægt Það enginn sem gerir þetta betur á Íslandi. Enginn. Og þú veist, getum við fengið kameruna á manninum upp. Hann sýtti ekki sviprið allan tíman. Kraftátturinn var bara ennþá í 7. Þriðji gaurinn sem swingaði hann frá Matrix var skítrættur. Bara ekki furða. Ég myndi frekar vilja swinga henni 3 manna vörn. Ná einum og bara... Heldur en bara 5 að swinga Tony. Þú veist, það bara þannig. Þetta er ekki hægt. Maðurinn verður einhvers konar vofa. Það var rosalegt. Rafli hérna fylgist með Long og það síðasta von KBO hér til þess að knýja fram framlengingu. Þeir eru með byssur en það eru 3, 4 Galils. Það eiginlega ekkert utility á mig. Það eru 3 smókar eftir og 1 flass til að láta eitthvað gerast. Lögsmókur útsjórtið á Rodríguez sem verður heldur betur að pústa ykkur saman. Peter búinn að... Þetta skítugt! Guð minn, þetta eru 2 skot í haus. Annaði gegnum vegg. Þetta ótrúlegt, ótrúlegt. Fátt svör, þá pistol og 1 gunround til KBO. Og svo mikið traust á afvörðina að þeir rót þetta bara aftur niður. Rodríguez reyndar að fragginn, Dabbe spila frábælega hérna á viðinum. Fantas og Tony með 1 hvor og þessi lokað á Solo Dusty með comebackið í Overpass 1-0 fyrir þeim í seríunni, en við verðum að byrja á því að sko allir sjensar á einhvers konar momentum change í KBO, hag KBO í þessum síðari hálfleik voru drepnir niður. Ítrekkað í rauninni. Allt sem þið gerðu var bara drepið niður. Það var 1 gunround sem að virkaði. Ég var hrifinn samt af þessu pace change þarna þar sem þið ná opnun á Peter ef við minnir rétt þarna í púlunni þar sem hann að hoppa ofan í púlið, en þess fyrir utan þá voru þið bara með númer þeirra, alltaf. Þú veist, þeir komu út úr starthólunum, sveiflandi, slá frá sér þarna á tíuhálfleiknum, koma sér í góða stöðu 10-5 og svo eftir það þá bara fjaraði undan þessu. Þegar Dusty voru komin á kaup, þegar Dusty gátt að byrja að svona, þú veist, þeir endurhugsuðu strategíuna sína á því að gefa miðjuna
og byrjuðu að láta það hafa meira fyrir því, byrjuðu að vera proaktífur á sér til hliðinni. Það var svona smá eins og Dusty við skiptum gír og sagt bara, heyrðu, ok, þú veist, við getum ekki bara að sitja tilbaka, þeir eru með ofgóð stöf, þeir eru að hitta of vel, þannig að við þurfum að fara að finna einhvers konar línur og einhvers konar fæta sem eru meira okkur í hag og þá byrjaði þetta bara að brota niður. Og þetta var líka sko, þetta var svo þungt af því að KPJ voru ansi nálægt því og bara þetta ránd sem að Tony vinnur eitt síns liðs það ekkert sem hún getur gert í þessu en skilur þú veist, annað heldur en það að vita bara, það einn eftir á það hlýtur að vera og leið og fyrsti maðurinn finnur hann þeir gefa honum 3 1v1s og í rauninni 4 1v1s af því að síðasti maðurinn kemur upp konna ég held og tekinn þar þeir höfðu alveg tíma þú veist, þeir eru 5 á 3 þeir hafa alveg tíma eftir að Tony finnur fyrsta að segja, hei, stopp og það var svona smá eins og það við komið svona runnið upp fyrir KP og bara við erum að fara að komast í 12 strákar, skilur þú veist og þeir hafa ekkert endilega búist við því og spennan hafi einhvern veginn magnast upp stemmarinn hafi kannski farið aðeins of langt í peppið og þetta rennur út í sandinn og svo náttúrulega bara ógeðslega erfitt að fara inn í næsta ránda á eftir því hafandi fundi bragðið af sigrinum, fundi bragðið af 12. rándinu og síðan fengi bara, þú veist, kalt kaffi í munnin í staðinn hérna frá Tony. Biturt og ógeðslegt. Biturt og ógeðslegt. Ekki MVP? Tony. Já. Atkvæðamestur á stigatöflunni, stígur upp þarna á ögustundu. Ég myndi segja, sko, Tony, sko, á MVP-in þarna, sérstaklega sem Dusty vinna. Eftir það að þá það Rodríguez og Ederson. Rodríguez er algjörlega frábær, hann svo sannarlega að stíga upp og að komast í sitt element. Solo átti líka frábæran leik, Ederson átti frábæran leik og þetta lofar góðu fyrir KPJ farandi inn í Inferno. Overpass eitt af þessum möppum sem að ekkert liði deildinni vill mæta Dusty á. Og það alveg ástæðu, þeir eru ógeðslega góðir og við sjáum það bara þegar þeir skellt í lás þá skella þeir í lás, en það að þeir komið þessu svona nálægt að þetta fyrir 13-11 að þeir glutra niður í rauninni út á einhverju stórkostlegu solo playi frá Tony heldur þeim frá því að knýja fram framlengingu ef að þeim líður að einhverju leiti betur á Inferno að þá held ég að Dusty gæti verið falir þar fyrir KPJ. Já, á þeim nótum mögulega 1-1 og við förum í núk eftir næsta map. Við förum til Ítalíu í Inferno eftir smástund, ekki fara langt. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu að þá ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann keyrði 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að draga. Strákar, koma að núna, vonum. Nei, bílnúmer, já, það er BLT 27. Já.
Fokk maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Pítur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Pítur, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur. Velkomin aftur, það nett og fjett sería í gangi akkur núna Dusty á móti KPO og við vorum að ræða það rétt á hann og svona eins og þú talaðir þá, þú veist, þegar við brjótum niður svona ástæðinu fyrir að þeir koma sér í þessa stöðu 10 ránd sem alltaf bara huge, bara svona mjög snemma í seinni hálfleik, augljóslega svo að þeir Dusty ná anti-ego. Þú veist, dálítið klaufalegu anti-ego og eins og þú bendir á þá ekkert yfirleitt sem að lið eru að ríða á vaðið og gera það nákvæmlega sama við það en við sáum nákvæmlega hitt. Já, ég meina KPO létu ránd virka sem á blaði hefði ekki átt að virka og hafa í fortíðinni ekki virkað á móti Dusty. Þannig að þeir geta verið stoltir af því og það verður lykillinn að því ef þeir ætla að koma og sigla heim Inferno, allavega ef þeir ætla að sigla heim Nuke. Ég meina við vitum bara hvað Dusty hefur upp á að bjóða þar. Ekki það að þeir séu einhverju aukvisar í Inferno og Inferno eitt af þessum möppum þráttur að þeir tekið einhverjum smávægilegum breytingum að þá þetta eitt elsta mappið í leiknum. Það var allir spilað miljónsinnum í Inferno. Ég held að þessi frekar spilað minna á Íslandi af því að það bara leiðinlegt, skilurðu, þú veist, miðað við hin möppin. Og ég held að Dusty sé ekkert að fara að vera gripnir með buxurnar á hælunum eitthvað í Inferno en í það minnsta Nuke þá þurfa þeir að fara að finna þessi hálfkaup eða að þeir þurfa að slökkva algjörlega í hálfkaupunum hjá Dusty og þarft að gera annað af því að þú veist, lið getur ekki komast upp með það að vera 60-40, 65-35 favorite í gun rounds og favorite í pistol eða half-bias eða anti-egos, þú veist, þá ertu bara alltaf að fara að tapa leiknum en það það sem Dusty hefur gert svo vel og hefur sett á þennan stall sem þeir eru á að þeir hafa verið með bara þessa slight edge, skilur við, þetta litla forskot prósentulega séð í öllum þessum rándum og þess vegna líður manni þegar maður horfir á Dusty að þú veist, þess vegna færðu þessi tilfinningu bara svona, já, ok, þeir eru með hérna 2 P250s og eina deglu, skilur við, þú veist, þetta nú ekki að virka, þetta virkaði, þú veist, þeir eru með hana Novu og eina deglu og eitt skátt og þetta virkaði. Já, Tony er búin að missa alla varnarmenn hann í kringum sig, þú veist, þetta virkaði, þú veist, og það er ekki því það gerist í hvert einasta skipti, því það gerist ekki í hvert einasta skipti, en það gerist nógu oft til þess að það stendur upp úr þegar maður horfir á þetta heilt yfir. Algjörlega, og það sem svo ótrúlega hættulegt við þetta lið út af því að það geta einhvern veginn allir leikmennir til staðu. Þeir voru með frekar svona hljóðlátan rafleik og restin af liðinu bara steig upp einhvern veginn í kringum hann. Þá sérstaklega sjálfsögðu Tony sem við vorum að tala fyrir leik svona þeirra aðkvæðamesti leikmaður en Peter líka, alltaf góður fyrir einn, stundum 2, rotating on point líka, mér langar að sjáta á þarna Dabbe á B-inu, flottur líka þegar maður að taka mútið leikmönnum, akkuræra þar, þannig að þetta bara svona heilstift lið eins og við höfum verið að tala Dabbe fekk bara ekkert mikið action á B, þú veist, það var voða lítill fókus á B í gegnum allan leikinn, þegar þeir komu þá spilaði hann allt mjög vel, Peter er svona
fyrir mér sem áhorfanda þá hann svona the boogeyman, skilur þú veist, það bara, ég held að það sé enginn sem ég myndi vilja labba inn á sæt á móti minna heldur en Peter, af því að hann einhvern veginn bara alltaf á fullkomnum stað og Vákomi líður bara þannig nema með Tony. Já, þú veist, Tony bara, ég myndi aldrei vilja klötsa á móti Tony, eða skilur þú veist, eins og ég sagði það, ég myndi frekar vilja bara, þú veist, 4 á móti 3 heldur en 4 á móti Tony. Þú veist, það bara, það koma upp einhverju galdrar þegar hann í þessari stöðu og hann spilar öðruvísi heldur en þegar hann spilar þegar hann með liðsfélaga með sér og þá bara, þú veist, bara eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, hann bara gufar upp og byrtist á einhverjum öðrum stað og þú veist, þetta bara eitthvað klikkað. En þú veist, fyrir mér þá þetta bara eins og þú sérði þegar þeir eru að lörka upp B-shortið inn á sætinu og Edison hann að reyna að finna Dabbe í Monster. Hvar Peter? Hann bara eitthvað tökkaður ykkur staðinn í Keflavík með einhverja þrönga línu, bara eitthvað, þú veist. Það frábært, sko. Bara, hvað átt að gera, skilur við? Já, það nákvæmlega þannig. En svona nokkur hlutir sem við þurfum að leita að þegar við förum inn í Inferno. Það stutt í leik, þetta senasti séns KBJ á tímabilinu til að koma sér áfram í mótinu inn í úrslitaleik sem að þeir unnu sér heldur betur fyrir á móti Þór. Hársbreytt frá því að krækja í upset map sigur á móti Dusty, map pikki þeirra núna, Inferno, hvaða heilræði hefur til Edison og Co? Bara haldið áfram að gera það sem við vorum að gera. Þú veist, finnið þið sama stemmara, finnið þið sama þægindalevel. Þessi leikur var ekki stórslys, þetta var ekki tap, skilurðu, að fara 13-11 í map-pickinu hjá Dusty sem mest dominant liðið á Íslandi akkurat núna, bara höfuðu upp, kastan út og inn í Inferno og spiliði það eins og map-pickið ykkar. Ekki gefa neina tommu eftir fyrir Dusty af því að þið eru 1-0 undir eða eitthvað svoleiðis, ekki spila hann hrættir, það getur mjög auðveldlega gerst, já, mótið á línunni hérna, ok, ég vil kannski ekki aðeins að hæja þetta árunni fyrir minna B, nei, farið bara inn á B, þú veist, það þarf að vera ákveðni á móti Dusty, ef þið gefið þeim einhverja sekundur, einhver tíma, þá koma þeir sér í stöðu sem hún býst ekki við, þeir setja upp einhvers konar vörn, setja upp einhvers konar crossfire og þeir leiða þig inn í gildruna og þeir fella þig. Já, þá erum við bara tilbúnir, heilræðishorn Óla lokið og við ætlum inn í Inferno. Sjálfsögðu termegin byrja KBJ, Dusty CT, sögum þess að mappickið KBJ. Lörgsmókur hann upp miðjur, hrifin af því, ofvirkur krækir í grensu en Edison í hauskot. Hvor vann líklegast Edison? Já, og þetta second mid sem þessi haus fundin inn í apps og þeir frýja inn í áttina CT. Peter með 1, þarf eiginlega 2 en þeir eru 2 í vörninni. Rodríguez varð að finna þetta fragg en ofvirkur gæti komið þessi þau bjargar heldur betur ekki, það Tony í vörninni með 3 komið bombu, það leikmaður komin upp banana, byssu uppi og nei, hausar þarna, Pandas, hann lár leitar að fragginu og nær því og núna hefur hann klukku, hann með fullt af tíma. Heil mínúta til þess að leika með og báðir leikmenn eru lágir, báðir leikmenn þurfa bara eina kúlu. Gæti þurft meir en eina hér í Tony. Tony hann stendur bara vaktina. Það hvað, nætuvaktin, dagvaktin, þriðjavaktin og svo Tony-vaktin. Heldur betur, lágir eru þeir og Tony, núna hann bara einangra sætið og sjá hvað hann getur við niður komin. Hann ekki komin að þriðningu og núna hann að klíra út og þetta snirtilegt. Þetta snirtilegt hauskot og þetta fyrsta skipti sem Tony hreyfist í sætinu. Hann brjálaður yfir þessu. Já, ég meina, þú veist, þetta var nei, hann 3 over, Tommy! Ó nei. Yes! Ó nei. Ég hef aldrei tekið svona þessa rödd í prírándi. Já, en þetta rosa. Það eru 4! Rosalega slæmt. Dabbe, seldu byssuna, Nófur á línuna, líka bara ekkert map sem Nófur er jafn góð í sko, og Inferno. Gæti sennilega spila 5 Nófur í öll ránd og sattur í leiki. Rodríguez, hann tekur smá skæða þarna, 5 í HP frá þessum 5 greinum. Ok, fyrsta fellur, Tony líkur í valnum, pikkar upp grensu. Næsta í húsi. Pandas ætlar ekki að sitja á sínu eða hvað? Nær öðrum, ok. Það verður að hitta. Þær fallnar og raflega með gott hauskot en þetta sem svarar.
þá A-sætið er tómt. Peter kominn hins vegar með Nóvu í rotatið. Ég fá hérna snæpi Nóvu hérna þvert yfir mixið. Stróðið, þeir eru með 3 Nóvur. Þetta er bara, new meta, sko. Just dropped. Dabbi situr bara fastast hér. Já, enda svo sem engin ástæða til þess að hreyfa sig. Þetta hérna lockdown. Þetta er lásinn. Það er engin B. Það er engin banana. Píti er að leita einhverjum exits hérna. Snirtir eitt hauskot og þetta er 4. Nóvan og já, þessi á með 5-7. Hanna Rodríguez var uppgreitið. En anti-egoið fer blessunulega vel fyrir KPO því að þetta Nóvu stríð hefði náð mörgum fröggum, þá hefði jafnvel getað forsæðinni þetta rám því að tekur því raflega á 3-3 eftir 1 fragg og hann kaupir sér Nóvu. $900, hún kostar 1050. Kaupir sér Nóva. Ef þú nærð einum, þá ertu sko nett $150 niður. Það eru 3 Nóvur aftur, þetta er svo geggjað sko. Líka, sko, við skulum líka hafa þá á hreinu, þeir bara feilu, þeir bara hitt ekki skotum sín, þeir fengu allir tækifæri. Ef þú nærð að skjóta einu skoti úr Nóvunni, þá er sökin þín. Já, vissulega. Ef þú hittir í haust, þá er maðurinn dauður. Og þetta er ekki sko deglan þar sem þú þarft að vera pixel perfect á einminniðinu og þú þarft að vera fullkomlega streifkontrólaður. Nóvan er bara, þú veist, hún er miklu meira fyrirgefanlegri heldur en það. Buckshotið sko. Aldrei verið, já, peppaður fyrir vopnkaupum og þessar Nóvur sko. 3 Nóvur. Einu færri, þannig að kannski er 3 galdra talan. Og Nóva! Já, Nóva 1 fellur. Vita annari Nóvu í tennis. Það er svona að þú skýtur í axlir, Ráli, það er að skjóta í haus. Dabbi, 5-7. Bara neð hérna og þeir eru bara með hans sterska vörðin ennþá. Sjáðu rangeið! Þetta er rosalega reynd, svo núna erum manni undir. Hann hverfur aftur inn í húsið. Er rótið yfir á bíð. Skilja Pandas einan eftir. Hann á bíl. Þetta er frábært! Hann er aleinn á bíl! Ó, þetta fyrir illa. Peter! Finnur haustafna, býður eftir liðsinni. Það er komið hér, Tony. Það er önnur Nóva. Nóva gott. Og sérðu peninginn, Tommy! Þetta er rosalegt. Það er bara, sko, Nóvu spilarar dörstíðir á leiðin á klubbin í flöskubort. Bara þegar það er búið að hala hérna inn dollarunum. En KBO ná ekki að í rauninni taka rándið sem á að vera gefins, sem að var ekki gefins, út af Nóvunum. Út af Nóvunum, já, vissulega. En hefði þetta ránd tapast fyrir Dusty, hefði ekki mögulega verið í vesinni. En þú veist, en þeir keyptu ekki alla leið niður. Þeir hefðu geta skánsað í ágæðiskaup hér. Kíkja upp í Sniper. Smóku fyrir Marko, húskontról, Solo. Það er að kíkja þarna gegnum smókin. Ekki að sjá, Pandas með Mac 10 í húsi, Tony góð lína ofan á bílnum. Henni. Og counter jútilið að koma í tennis. Konum við mix control sem er góð sviti. Eitt búinn að hverfa aðeins nær aðeinu en rótið þar aftur tilbaka. Skemmtileg pre-fire þarna hjá Solo. Þetta er góðu smókur til að komast í artsveið. Fara 3. Kemur út á hárréttum tíma með frábært flash frá Pandas og þetta. Já. Þetta var rosalegt flash. Það var styrta flash. Þetta flash var bara ástæðan fyrir að þetta var 3K. Peter tekur ofvirkið í 26 hérna í gegnum smókin. Og 2-2 er staðan. Já, ég myndist á pre-fire hjá Solo. Það er mitt gott að minnast á að fangaskip grafikinn á eftir, en það verður pre-fire keppni á úrslitakvöldinu, Tommy. Já. Pre-fire meistarinn.
gert í Yprack mappi held ég Já. held að þetta senda ykkur fyrirspurning og finna út hvaða mappa það er fólk vil æfa sig en verðlaunin er ekki af verri endanum þetta er í boði Red Bull og ofar og það er 100.000 króna 280 Hz OLED skjár Já. frá Lenovo Legion í boði 6,5 Já, rosalegt sko. sem er svona happy middle ground sko. Já. Vist, ég er ekki 27 tómi maður sko. Nei, þú vilt 26 er geitin Já. Ég bara kannski fer maður og rifjar upp gamla takta Húspopp Klokkupopp Smókur og 1 flass á Rodríguez Þetta flass ætti að fljúa hér bil núna en hæfir fáa Fantast að því aftur var svo spilar þetta frábælega með Tony þarna við bara treyta kontrakti Easy peasy, lemon squeezy eins og maður segir, glokkuspar líka það er besta sem þið geta óskað eftir væri einhvers konar plant en allt kom fyrir ekki 3 rándi röð hins vegar fyrir Dusty og allt hófst þetta á Novu kaupi Ja, Peter er ennþá á Novunni sko Já, hann fer ekkert af henni på þessu spara fyrir íbúð það er bara þú getur fara að selja byssu Við erum unni verðbólkun á Íslandi ef þú spila Novu sko Já Það þarf ekki eins og ég spila til þess Grenur niður bananan standa stöf hér framan af Edison finnur samt Pandas hér og þarna er komin opnun fyrir KPO Býttu nú við hann hittir á tímasningu þar finnst það frakkið og gerir það Tony leikur í valnum ein manneskja eftir í vörnin og það er Rafle þarf ekkert endur að taka fætinn getur kallað bara rótetið yfir en Rafle nær samt sem áður einum en ofvirkur með svar Peter spottar út í library ekki smókur kominn en treyta fröggum hérna snildalega og skilja Dabbe einan eftir á móti 2 eiga ennþá lörkir á bínu Ja, þetta var virkilega gott skot þarna hjá Peter á virk en vel spila frá KPO að vera með mann í góðri treytstöðu spurning sko, þú getur aldrei búist við þessu hann er að búast við þessu það er sturlun sko það eru 20 sekundir búinir að bombinu hinum mér á mapp Já, ég myndi gera þetta bara til að bögga hinn leikmenni Sko, Rodríguez að vinna hérna héraðsmeistaramótið í þolinmæði hann er búin að hanga í þessu hotni Já. í örugglega samtals 4 mínútur í þessu leik Já. Þetta er ótrúlegt Jafna hins vegar metin 3-3 og setja smá pressu á bankarni og Dusty þurfa hins vegar að vinna þetta og eitt annað kaup til að hafa betur og Novu-rándið kemur þar á eftir sko Novu-rándið fylgta jú til treyta þetta bara en ekki mikið sett í raun og veru í þann banka Kukurina grensaðan til að strengja smókin smá skaði á Dabbe Nonni Lár smókur í Marko Staur blindur sóló Tony í góður stöðu mjög góður stöðu spotna yfir í tennis til að kíkja Sérðu, þú veist það er engin græðki í Dusty Tony var ekki mjög góður stöðu en hann bakkar yfir í betri stöðu til þess að taka móti teikinu í staðin fyrir að vera fastur í þessari gráðugu ef að þeir ofpeppast og píka snemma stöðu að þá setur hann sig aftur yfir í pit og spilar hérna treyti með Panda sem er að spila apps smókurinn kemur hérna og þetta er góði smókurinn sem að loka fyrir allt en Peter er að spila fyrir framan hann spila fyrir framan hann og þeir voru með tímasetningu sem að leyfði þeim að ná einum á sætinu nú er Rótetti komið tilbaka og annar leikmaður í artsinu eða í speedwayinu og tíminn er naumur Smóki verið að feita frista þarna en núna kemur poppið gott setup Dabbe og Peter hér til varnar 1 kominn, 2 komnir en það finna ekki fleiri 3-3 hér í rítekinu og Rafle hann er mættur hér síð
Treytið þar að koma, gerist. Eitt kemur banana, Tony komin CT. Og virka komin á vappan sinn. Inn í sínu, flassið gott, Pandas komin í pool. Hoppar upp á first. Það hérna angle og solo, fraggið gott. En Tony í klötsinu með kit. Solo lár. Klippan nánast kláruð. Það hérna fyrsta, en klippan búinn. Það að hlaupa í burtu. Vappin ætti að vera dauður líka. Þetta svo snyrtilegt. Já, þetta er hérna svona efnahagshernaður hjá Dusty. Gera vel að tryggja alla byssur fari hérna af KPJ og þeir nái ekki að nýta sér þessar 2 lótur í röð hér til að byggja upp einhvers konar góðan banka og við sjáum þannig að Nonni 3750 ekki djúpir vasar þar. En rándið kemur, Tommy, og núna kemur kauprándið sem að KPJ þurfa að vinna hér á móti Dusty til þess að setja þá í Novuspar. Ég ætla bara að byrja að segja, ég held að það sé það sem við erum að fara að sjá. Sko. Það er eiginlega bara 100% að fara að gerast. Skemmtilegt bústinn yfir. Og þetta er einfalt fragg á ofvirk. Þetta er sem framan mollan og þetta getur verið gott og það. Vappin liggur í valnum en það annar þetta close nær 2K. Seifar Vappan. Getur farið helviti ánæður þannig inn í pitið en rótitið komið frá B. Pandas ekki þekktur fyrir Vappan sinn. Peter gæti gruna þetta. Solo bara hans betri nær hins vegar að taka Pandas líka. Þeir ætla að fara í gegnum Archer yfir á B-ið. Þar geta þeir einangrað einn leikmann. Það er Dabbe til varnar, Akkirið. Dabbe feysar. Það er engin Rodríguez í hotninu núna. Spottaði hann út en ekki spottaði á móti. Spilar í púlinu. Þetta er snjallt hjá honum og hratt rotate komið. Það er þetta fyrsta og öðrum snirtilegt. Já, það er mjög þægilegt að vera með jafn áreiðanlegt Akkeri og Dabbe á B-setinu. Það er bara þannig, margir hefðu reynt að skjóta á seinni mannin þegar í hlupinni síðan, gefið upp staðsendinguna sína, leyft KPJ að spila allt öðruvísi úr þessu, en Dabbe hugsa sér tvisvar kemur sér í fullkomna stöðu og finnur í rauninni, setur þetta í 1-3 án nokkurar mótspyrnu og tempo breytingar rándið sem beitur Dusty vinnst enn og aftur. Það er svo kífilega sárt oft KPJ hársbreytt frá því að brjóta bankan. Gott skot á fyrsta, nær að hörfa í aftsið, nær öðrum og eftir situr einn í markóinu sem er ekki að fara að gera mikið. Snókur fyrir Atsvei, Lassfeilar og Rafle. Þetta. Já. 4K. Já. Segjum það bara. Einhvers konar regla að gefa Rafle ekki ace eða nokkrum leikmanni í Dusty ace. Virkilega vel spilað hjá Rafle. Já. Hann fær hérna 2 leikmenn hoppandi í sig, lendir 2 flikkum, finnur 2 leikmenn í gegnum smoke með 5-7. Loka hann á þetta eco hér frá KPJ. Sko, KPJ hljóta að vilja allavega 1 ránd í viðbót á mér. Já, 7-5 væri bara mjög fínt fyrir þá. 8-4 er ekki disaster í Inferno. Alls ekki. Ef þú vinnur pistol eins og KPJ hafa verið að gera, þá ertu bara í fínu málum í raun og veru. Sérstaklega þjórt að fara yfir í CT-sætið þitt, sem að ætti að vera ágætlega sterk, svona miðað við hvað við sáum í Overpass. En við vilja annað gunrátt líka. Það er það sem skiptir mestu máli. Já, eitt ekki eco. Pandas gripinn hann framalega, þá er það Rafle á vappanum, hann er búin að vera að hitta þessum skotum, gerir það ekki í þetta skipti og er núna undir pressu, flössin góð. Rafle fallinn, það er Tony hér til varnar og Nonni er búin að finna Tony og það er frábært skot frá ofvirk á Peter og það er bara Dabbe. Hann er 1 eftir hér. Það er þetta að spila gamla greifert. Mólin er góður, þá fellir hann, gerir það. Nonni, hann er með glokku í höndunum.
Ó nei. Reynir aðeins of mikið. Gerir mjög góðan skaða hérna KBO þar að segja. Ef þetta play virkar hjá Nonna, þá þetta bara svona top 5 play á seasoninu að hleypa honum þarna og ekki skjóta. En þegar það virkar ekki, þá lítur maður svolítið kjánal út. Já. Það því miður þannig. AK-kaup, full AK-kaup á KBO hinum megin. Þar efnahagurinn miklu betur enn bjóst við, þannig að þeir eiga kaup í seinasta rándinu. Þannig að allur skaðinn sem var gerður í seinasta rándi skiptir engu máli. En KBO geta leitað að senastu 2 björna og setti þetta í 6-6 með hvernig þið spiluðu síðustu gunnaránd. Þá heldur betur sjans í það. Næsta góða, Rodríguez tengir í 68. Molly Follen, þeir eru 3. Þeir eru 3 að spila bjöð í fyrsta skipti og Stappen nær 2 þarna og rándið rennur út í sandin. Þeir voru búin að vera passífir á banana, bæði KBO og Dusty í raun og veru, en það skipt tempo í næst seinasta rándi og þá geta þeir spila bara passíft á aðinu, hleypt þeim inn, fengi rótiti yfir í Marko. Smók í húsinu, en þeir að læðupúkast hérna yfir tennisið. Skaði gerður, grensan góð, ætti ekki að sóla út og hann fellur 2 á móti 4 núna. Tony gerðist. Já, það bara þannig. Stendur upp á kassa. Og bara, þú veist, aftur, nefndu mér hérna 1 sick highlight play frá Tony í hálfleiknum. Það samt 11-4, eða þú veist 11-5. Já, bara hægt og rólega. Slow and steady, wins the race. Plokkarinn. Já. 1 frá hér og 1 frá þar. Jæja, síðasti sénsinn hjá KBO hér í þessum hálfleik til þess að minnka munin á móti Dusty. Staðan 7-4 þegar við förum inn í round númer 12. Fullt kaup, fullt stöf hér. Dusty megin og Edison með frábæra opnun en Dabbi hann spila framalega en Edison fylgir svo eftir. Það 3. leikmaður þannig að Edison með 3. opnunina og þegar allt þarf að gerast þá mætir Edison og sér sína. Tónin inn tilbaka en þetta 3 á 2 retake á B-sæti. Þetta á ekki þetta var retake A. Það einhver sem að hugsa þetta. Pandas ætlaði að fara tilbaka en hugsaði sér tvisvar Rodríguez seldi loksins lörkið og ofvirkur mætturinn og setispón hér. Pandas hlýtur að klíra þetta eða hvað? Nei, hættir við á síðustu stundu og þetta það sem KBO þurftu til þess að klára þetta round eða hvað? Það Tony Special í boði. Vita hann núna, Rodríguez á B-sætinu, klára þetta og það 7-5 nákvæmlega það sem þurfti í þennan leik. Þetta César? Já, veit það ekki. Spjóti, þetta líkt honum sko. Það alltaf svo skemmtilegt hvað Valve lætur inn í möppin, svona, þú veist, stittur og svona, þetta áhugavert að fylgjast með sko. Það segja styrlað stannit. Já. Við erum báðir pottþétt akkurat núna að anda að okkur súrefnisatómi sem að Júlíus César slefti úr lungunum sínum þegar hann sagði et tu brute. Akkurat núna? Hvernig var það út? Skal útskýra fyrir einhvern tímann, en það líka alveg jafn mikið og allt vatnið sem þú ert að drekka akkurat núna var einhvern tímann risalupis. Hann virkar sameindir, kallið minn. Google it. 5-7 hér og ofvirkur búin að opna á Dusty hér ásamt Edison og Solo líka og þeir halda áfram að vera með þessi pistol round í vasanum KBO. Pistol guðir. Spottar hann einn út, nær að hverfa inn í artswayið. En það eitt sko tjá Pandas hverfur aftur í mixið. 2 á sikursætinu. En þeir ætla að sækja á AF. 2 heitir og virkur í grifju og Edison á sætinu. Reyna að finna fætin og fá það. Pandas, risastór! Nonni komin í rótitið. Vita af báðum, Nonni nær Pandas út en það Peter að finna. Og Rodríguez skilar með dual Berettas.
lætur aðeins heyri í sig með graffiti. Sjáðu hvernig það lukkar á kamerunni. Já, þetta er flott. Það er svo... Et tu, brute. Nákvæmlega. Við vorum að tala um þetta. Á Ítalíu líka, þetta gæti ekki verið betra. Já, 6-7 er staðan hér og Tómi, meðan við leik, pick-emsinn voru 97% á móti 3%, að þá ætla ég að koma með 2 fulleringar. Já. Númer 1, hinn almenni áhorfandi bjóst ekki við því að við verðum að horfa á þessa stígalínu sem við erum að horfa á akkurat núna og 13-11 í Ópass. Ekki svona jafn allavega. Og númer 2, ef að KP að vinna, að þá hljóta allir að vera úr í pick-ems. Já, það gæti verið líkur á því. Og einhver staðar er einhver á einhverjum bóndabæ alveg brjálaður. Já. Það er Nova! Peter! Litli snæperinn. Hvað er hann að gera? Bjöð er fallið. Rótið er komið, Ofvirkur komin en smókin er komin fyrir CT-ið. Þetta er svo hættulegt. Þú getur ekki farið í gegn með M4-in. En þeir eru allan að 3 á sætinu núna. Hann er í gegn. Hann er í gegn nær einum en ekki meira. Stoppa plantið. Stoppa plantið og sjáðu hvað rótið er langt í burtu. Nonni er með kit vissulega en núna er M4. Það er annað refresh á smókin. Þetta sem bara verður að fara í gegnum Ruins. Og það er Peter með Nova. Steppar hann að lætur í sér heyra. Hendir Molly eitthvert. Og MP9 á Tony gerir góða hluti en þarna var B-vörnin bara ábúdóðan. Já, Rodríguez gripir hann með 2-faldan molla. Beið aðeins of lengi. Það er Nova sem klárar hann líka í hennu smók, sko. Já. Peningur, money. Rodríguez, hvað ætlar hann að gera? Kaupi Nova. Sko, það var aldrei verið keiftar jafnmargar Novur í nokkrum leik í ljósdældinni, ætla ég að fulli það. Já, ég held að það sé rétt hér. Allavega ekki sem ég er búinn að horfa á. Og líka bara, þú veist, núna veit ég ekki, gerðist eitthvað? Eða er fólk bara loksins að fatta? Ég er svo here for it. Það er ekki bara nákvæmlega svo Krík og Ogmeta. Gerðist þetta í einhverju próleik eða eitthvað, einhverju fór að spila Novur? Gerðist þetta í einhverju íslensku skrimmi? Bara einhver educate me, please. Leikmannur City kom í rótið og fekk bara fría mörku sem að skust. Æjæjæjæjæj. Og andlitið á hann hreyðist ekki. Smoke criminal. Ramlið þarna. Þetta er sem Lár. Grandson feilaði þokkabót. Æjæjæj. 1 fyrir 1 á stórskemmtilega máta. Ofvirkur 1 eftir, M4 á bakinu, gæti gert eitthvað, hann kemur hérna upp banana, frekar hratt og þeir eru einangraðir inn á sætinu, spottar hann að fyrsta. Tony á AK, en Tony bara aðeins betri þarna í þessu anguli. Ja, Tony er bara með 90 frögg, sko. Já. Þú veist, það er round 16 og það er bara, veist, hann er bara... Hann var að tappa í gennum smoke og fær fragg. Hann er bara living life, bara doing Tony things. Peter mættur aftur úr Novuna. Þú veist, á T-liðinni líka, sko. Já, þetta er svo geggjað, Tómi. Þetta er... Já, ég bara... Ég er einfóritt. Þú færð 1 skot. Ef þú hittir í, þá elskar þessa byssu. Hvað veist þið, M&M? Já, þetta er það sem M&M var að rappa um. Já. Novuna. Kemur flass hérna fyrir bananan og Peter, hann er að fara að mæta þessu. Það er smá hjálp með fyrsta finnur, nummer 2. Staplar hérna dollur á stælunum.
Tony samt gráður hérna Peter að skamman segja, það er ég sem hausaði þá. Já, 7-5 á Peter, bæði, sko, hann fór með 2-2 inn í rándið. Já, þetta er rosalegt, sko. Það er fullt af pening. Hann fekk bara 2. Já. Hann hefði verið í 9-3 ef hann hefði fengið síðustu 2 fröggin, sko, sem hann átti skuldlaust ef Tony hefði bara sleppt í að skjóta, sko. Þokkalega duglegur að lesa loggana frá definum og ég veit ekki hvort þessi er búin að breyta einhverjum. It was under our nose all along. Edison finnur Pandas hérna og það er yfirtala fyrir, 2 menn yfirtölu hér fyrir KP og Tveir eins og lágir, Ofvirkur og Edison þurfum að bakka í aftalega vörn en spjótin beinast að B-inu. Fyrsti smókur komin út núna, fremur snemma en spurning hvort það séu með rífilarna einhvers þar á sítspóni. Já, það er spamminginu spókin. Næsti smókur á mínútu. Og ég fara í gegn. Rodríguez tekið niður mjög lágt. Felur sér í smóknum, gerir þetta virkilega vel og Ofvirkur með Tony lokar þessu. Það er flössin frá Solo sem bjargunum því að þeir flassast þegar að endra sætið. Hversu margar núfur kaupast núna? Engin, þeir eiga mikið peningar aflega á Vappa. Solo á Famas, gott jútil, allir með fullt jútil sítimegin. Ég meina, þú veist, ef þú getur keypt AK, sko, þú átt að kaupa AK. Ég er nú ekki, þó ég sé mikill nógu maður, þá er ekki með ranghugmyndir, sko. En það er einn Famas hér, KPJ megin, annars eru allir með sitt kostna vopn, Ralli á Vappanum meiri segja, Peter opnar þetta mútið Solo, búin að finna Rodríguez líka og þarna átt að fara aggressíft niður banana, en það virkar ekki betur en svo. Edison þá einn eftir hér til varnar og leikmann nummer 1, Nonni, er á leiðinni í rótitið, Edison bakkar hann á sæt og þá er það mikið sem bæður á Ofvirk hérna, hann er með smók í hendinni. Og að byrja það, Pandas finnur hann með buxurnar á hælunum, finnur frítt A-side, 2 inn á B og þetta er frítt 11. rándið fyrir Dusty. Spreyjar 2 í genum smók. Þetta er ódýrt. Þetta er bara áhættan við það að berjast banana. Já. Því miður. KPJ ekki algjörlega sturgbankir, sérstaklega ekki þessi 2 leikmenn spara vopnin sín. Geta droppað og Rodríguez getur keypt, þannig að það er ennþá von hjá KPJ í sínu mappikki. Og þeir eiga alveg að geta á sér til hliðinni, skellt í lás og tekið 4-5 í röð. Þú veist, það er ekki ómögulegur hlutur sem við verðum að biðja um. Við erum ekki að horfa á eitthvað 10-2 stigalínu hérna. Nei, alls ekki. Þeir væri í aðeins betri málum hefðu konvertað fyrsta randin, en samt sem áður. 11 er ekki dauðadómur. Sérstaklega er einfallega að fara að ná mapkontróli aðeins fríar og halda því aðeins fríar. Þetta sem getur verið vesni þetta. Ekkert jútil svo sem eiga 2 grensur en nýttu þar ekki. Þetta sem var sko tilbúin að kasta smóknum. Já. Ef það kemur nálægt en vildi ekki kasta smóknum til þess að spara pening fyrir næsta hand. Já. Það er alvöru ægi þar á bæ. Þá er það fullt kaup hér. Ofvirkur komin á Vappan. Allir aðrir á rifflum. Dusty 2 rándum frá farmiða yfir í NLG og spila úrslitaleik á móti sigurvegara í SUS Vega sem á sér stað á 50-daginn. Já, og við að sjálfsög hvetjum allar til þess að mæta upp í NLG og vera með okkur, hafa gaman, taka þátt í Red Bull Pre-Fire meistaranum, geta gengið heim með Lenovo leikjaskjá frá Ofar. Já, við látum sjá okkur síðan og já. Hilsum upp á líðin. Ég árita húsavottur eins og þú bara lofa mig í. Já. Það verður þannig
tek Util í miðju, Panda spottar hann að leikmann í Marco. Erum við mögulega í zoominu hana? En ofvirkur nær frækja á Pandas þegar að þetta Util kombo með Pandas þar sem hann kíkir leið og mólin lendir. Sniðugt svona face it dót sem ég geti notað. Já. Gaurinn að flýja í burtu frá Kötu. Og í rauninni sko aldrei svo vant þá gerðust ekki 2 hlutir í einu hjá Dusty þarna. Pandas fór í tíki en það var ekki tengt því að Dabbi var að gera eitthvað líka á sama tíma en þeir eru sérstaklega góðir í því. Peter á aldrei að finna eftirstennana og Rodríguez á allavega að eiga einn þarna. Það eru 2 leikmenn á 4 í líf og 1 í líf, Tommy. Þetta bara má ekki gerast. Þetta bara algjörlega má ekki gerast. Þeir löbbuðin á sætið. Það grena á Nonna og hún gæti svo sannlega gert sinn skaða. Ekki svo sem í bestu stöðunni til þess að láta hana virka. Ofvirkur á vappanum hér í rítekinu og gæti fengið Peter í eirað. Þeir hugsa sér 2 og ákveða að spara. Rafle finnur Nonna og þá er það bara ofvirkur sem heldur vappanum hérna inni í lotu 19. Ofvirkur með snirtilegt skotan á Peter til að allavega halda vappa fram í næsta ránd. En bakið komið fyrir vekk. Núna vesinn. Þið náðu ekki að halda B-sætinu 3. Sérstaklega þegar kemur kontakt nánast. Þetta var vesinn. Það var vesinn. Match point hér, series point hjá Dusty. Þeir geta tryggt sér sinn stað hér í NLG í úrslitunum. Þeir sigruðu deildina og eru með annan fótinn í úrslitaleiknum hér í úrslitakeppninni. 7-12 og já, það öllu til tjaldað með síðasta rándi fyrir KBJ. Ofvirkur komin yfir á bíð með vappan sinn að reyna að finna eitthvað yfirleitt gott Util þarna yfir í Fallen. En Peter, hann leita bara upp á Barrels. Lassaður af línunni enn og aftur og rótið það núna í burtu. Vita hvað vappan niður komið núna og þetta opnar markúið og þeir vita það. Pandas búinn að finna glufuna. Það veit enginn af honum. Pandas að fara að vera risastór hérna en Peter rýður á vaðið og feldur af Rodríguez. Þetta þýðir að Pandas þarf að gera meira heldur en bara að finna einn hérna. Finnur ofvirk lætur vita af sér og þá vita þeir að það verið að kremja þá. Smokir að feita. Þeir þurfa að fæta banana, gera það, finna 2 frögg. Þannig splittu vörðina ekkert núna en Pandas mólar í burtu og þetta nær að búa til smá sjens fyrir að koma saman tíma á rúmi. Þeir eru einangraðir, þeir eru samlokaðir. Og það nóg af Utili eftir á Dusty hér til að leysa úr þessu. Eitt annað flass og Pandas kíkir inn í línuna. Rodríguez gerir vel. Skiptir í Famas og glæsilegt skot hjá honum. Bjargar þessu. Lætur að virka, framlengir lífið hér hjá KB og 12-8. Hrifin ákvörðun að forsa bara fætinn beint út á banana. Eitthvað sem þeir gætu búist minnst við af öllu þessu. Það er svo auðvelt í stöðunni 12-7 að bara við viljum bara fara inn á sæt og bara dvelja þar. Nei, þeir íta út á bananan, finna 2 frögg og einangra Pandasen niður á sítíinu. Og leyfa þeim fyrir að leysa þetta vesen sem þeir búa til. En Peter á nógu. Og virkur finnur opnun hins vegar. Oppusi hverfa frá þessari línu hins vegar. Og Nonni komið Dabbi. Skiptir í AK og nær að hverfa aftur inn húsið. En það er alltaf að dvelja þar 2. Örlítið lengur. Bomban á bakinn á Tony. Peter sér við hlið. Novan á Peter. Pandas hirði í leikmannunum droppa á bílinn og hann veit að það er frítt pláss. Nonni eins og nær Pandas sem er
mjög gott. Þeir hefðu verið í vesinni, hefðu Pandas náð að búa til eitthvað plásraðna og mögulega ná senasta leikmannum sem eftir, en ná að bæja hættunni frá og þá þeir 2 eftir. Þeir á banana og virkur rauninni skoti en þeir 2 enn og þetta. Oh my god. Nova baby! Ó, Tony lifir! Ó nei. Ó nei. Nova! Hvað Það þarf að skjóta í haus. gangi? Ó nei. Hann 1 frá því að eisa með Novinni, Tommy! Hvað í gangi hérna? Peter með Novu Ace til þess að loka þessu mappi. Ég á ekki orð. Hæ? Sástu reyndið á solo? Já, ég sá það. Þetta... Ég skil ekki í þessu. Þetta ekki í lagi, sko. Þetta bara fjarrið að vera í lagi. Já, Dusty konur úrslutaleikin í rándi sem þeir áttu ekkert þetta ránd númer 3 í þessu mappi sem þeir áttu ekki erind að vinna en einhvern veginn púslaði saman. Já. Og aftur voru þeir 3 á B-inu og ná ekki að fella annan af gaurunum sem að púsa, þeir voru 3 á 3, felldu engan, voru 2 á 3 núna, felldu engan. Ég meina að þú veist Rodríguez má ekki leyfa Tony að lifa þarna. Nei, fyrir utan það, ok, gott og vel. Þá eru þið 3 á 1, en... En þegar þeir strauja þarna inn, þetta náttúrulega bara sjúk skot frá Peter. Það í rauninni lítið sem að þeir geta gert þarna. Það allir að skjóta og það allir að reyna. Hann svingar hann út, hann hausar solo þvert á sætin. Það bara eins og að vera deglu one-tapaður. Já. Hann finnur mannin á CT one-tapaður og svo Rodríguez í rauninni í felum að reyna að refsa þeim með rótildunum sem að koma inn og hann geigar sprayinu sínu á Tony þannig að þeir enda þá ennþá í 2 á 2 en þetta var, hann hafði fullt af tækifærum til að skipta einhver aðra byssu. Hann hélt sig á nófunni til þess að klára þetta eis. Já. Við skulum kíkja á brakketið á menn ég næmi bara niður. Þetta ránd búið að bugga mig og þessi leikur búin að bugga mig smá. 2-0 fyrir Dusty. Já. Tæpara 2-0 heldur maður hefði búist við. 100%. Ekki 97-3 allavega. Nei, alls ekki. Og Vegasus á 15-19 Thomas. Þetta var svo... Mér líður eins og ég eigi eftir að sjá eitthvað. Eins og ég eigi eftir að sjá annað mapp eða eitthvað. Eins og... Ég veit ekki, þetta var svo... Þetta var ekki fitting, þetta var ekki fitting lok á leik. Nei, og ekki lok heldur á þessum leik í þessari seríu. KBO voru að koma tilbaka, þeir voru að posta 2 rándum í röð, þeir voru með þetta ránd bara in the bag og þú veist, einhvern veginn maður svona, já, Peter og Novu, eitthvað, þú veist, og svo bara leikurinn búinn og serían búinn og Dusty komin í úrslitinu, KBO eru út og þeir hljóta að vera ansi skúffaðir út í sjálf og sig akkurat núna fyrir að hafa klúðrað þessu rándi og öðrum rándum sem þeir hefðu átt að vinna í þessum leik en heilt yfir ágætis frammistaða hjá KBO áttu bara virkilega flotta kafla og Rodríguez að stíga upp mjög reglulega í þessum 2 möppum sem mjög jákvætt fyrir þá sem lið þannig að ef við svona dveljum á því jákvæða en sko núna veit ég ekki mér fannst Dusty ekki eins sannfærandi og ég hefði búist við af þeim og ég veit ekki hvort að það var þú veist, hvort að þeir hefðu bara ekki farið í lock-in mode þú veist, hvort að þeir hafi bara upplifað sem svo að þeir gætu leyft þessum leik bara einhvern veginn að gerast þeir fengu smá reality check hana í overpass og fóru í að runna playin sín og hætta bara svona hanga tilbaka og sjá hvað myndi komið búr hattinum mér fannst þeir aldrei fara þannig síðan í þann ham í
Inferno? Nei, ég alveg sammálaður þar. Þú veist, þeir voru vissulega, þú veist, þeir voru að rönna eitthvað svona, þú veist, að finna einhverja opnanir hér og þar og lesa leikinn mjög vel eins og við sáum Pandas gera ítrekað þar sem var að spotta vappan á banana og pússa í mark og heyra leikmannin droppa niður á bílinn og pússa húsið og reyna að finna glufur þar. En það var eiginlega bara svona allir fætar þar sem voru hópaði saman. Þú veist, það var svona klassískt Dusty BS. Ná leikmanni tappandi gennum smók, spreyja niður 2 banana, Nova BS, hægri vinstri, þetta er svona þannig bragur yfir leiknum og ég held að KBO séu dálítið skúffaðir yfir því að þeir fjallir svona fyrir einhverju svona dóti og það hafi svona komið í baki út af því að leikurinn lítur allt öðruvísi út. Ef þeir transitiona og ná þessu þriðjarandi sem að Nova tapið gerðist í, ef þeir eru ekki spreyjar í gegn, ef þeir halda 3 á bíinu, þú veist, eins og þeir ætluðu sér að gera og voru með rétt rít og allt þannig. Margt í leiknum sem að spilaðist út skringilega fyrir þá. Ég meina, þú veist, þá eru þeir komnir í 12-10. Já. 12 að tala. Dusty eru að spara sennilega. Nova? Þú veist, sjáum Nova replayið ef við getum hendi upp. Ertu með það? Ok, hendu upp á skjáin og Já, þú veist, þetta er alveg bara, mér langar að sjá þetta í slow motion, sko. Þetta var rosalegt ef við fáum þetta í skjáin okkar. Sólóan á frakkinu á Peter þegar hann er að swinga á vappan. Tony að planta. Nonni er bara smókaður út. Já, ekki það á nonna, en þessi 3 leikmenn sem var á bíinu, ofvirkurinn seldur á CT-inu. Já. Þetta er rosalegt, Tommy. Þetta böggar mig. Ég veit ekki af hverju, en þetta böggar mig. Þetta á ekki að gerast. Nei, þetta á engan veginn að gerast. Og þetta var svona trekk í trekk það sem var að gerast í gennum leikinn. KBO, það vantaði svona punktin yfir í. Þeir voru með rétt rít, þeir voru að fara rétt að staði, þeir voru að ná góðum opnum á til dæmis Edison og ná ekki að konverta. Ég meina, þú veist, ég held að þetta map sé bara kortir í overtime, þú veist, eða 13-11 sigur ef að þeir vinna þetta ránd. Overpass er overtime ef að þeir vinna rándi þar sem þeir eru 5-2 og Tony tekur 4K. Já. Þú veist, þetta voru þessi litlu atriði. Þetta var hálsbritt og ég held að fullskipað playoffs veka eða SUS refsi þessum augnablikum meira heldur en við sjáum KBO gera eitthvað. Með hvernig vírus og Kói Veka eru búin að spila og Rex og Blikk eru búin að vera on point, þá getur það verið mjög skemmtilegt. En við erum allavega með brakketi hérna uppi og við vitum að Veka og SUS er að fara að mætast á 50-daginn klukkan 7. En við langar að sjá aftur hvað varst að tala um þarna eitthvað Pre-aim meistarinn, Red Bull pre-aim meistarinn. Ef að fá grafíkina? Já, fáum grafíkina. Fyrir Red Bull dóði. Red Bull bjóð okkur hérna upp á pre-fire meistaran í bóði Red Bull. Besti tíminn fyrir heim með glæsilegan Lenovo Legion Pro skjá frá ofar. Hvað heldur að besti tíminn verði? Þú veist, því að ég spila alveg töluvert að príja mér. Ég er ekki jafn góður og þessi gauðar sem er að fara að taka því þessu. En þú veist, hvað heldur þú? Ég veit það ekki að því að ég veit ekki hvað tíminn er. Já. Ég hef, sko, það er ekki búið að gefa út hvaða mapp þetta er, en bakgrunnurinn á myndinni gæti gefið ykkur einhverja vísbendingu, þannig að þú veist, ég meina allir sem að geta ekki vita hvaða mapp þetta er held ég ekki að fara að taka þátt, sko. Þannig að, en í það minnsta að þá er þetta einhverjum bara fyrir þá sem hafa kannski ekki tekið Pre-Fire Prac heima hjá sér, held þessi stuðstu Y-Prac til þess að gera þetta, þannig að fólk getur æft sig heima og þá er þetta í rauninni bara búið að spána fullt á bottum í mjög algengum stöðum og þú ert að reyna að klíra þá alla eins fljótt og hægt er og ég held að, þú veist, þarna er sko 2 hlutir. Númer 1, geggjaður skjár sem að er í velun, Lenovo Legion skjár, OLED 285 Hz skjár, 26,5 tommur, þú veist, frábær skjár, low latency og allt það, leikjaskjár og það er lukkuhjól og aukavinningar fyrir alla sem taka þátt. Þannig að þetta er ekki bara
ég bara að fara að taka þátt, skilur þú veist. Já. Eina sem er það að þú ert ekki að fara að vera að keyra sko konfigið þitt og hérna taka 40 mínútur í setup og tengja músina þína og ná í glermúsamottuna og blása. Það kannski 1-2 run, ég veit ekki. Ég veit ekki reglunar, þannig að ég ætla ekki að don't quote me on this, en þú hlýtur að geta farið í röðin aftur og tekið aftur run. Já, maður myndi búast til því. Já. En þetta er skemmtilegt og þetta leyfir fólki að breyta sig og setur upp svona smá bandir, þannig að við hvetjum líka fólk til að mæta hvort sem að þú ætlar að fara og setja markið hátt og ætla að vinna þetta, það er eitt, en líka bara að mæta með vinahópinn. Hvert eru að fara að mæta aftur? Next Level Gaming, 28. mars. Getur við kannski fengið grafíkinn á það bara upp núna? Já, bara bing, bara bam! Ljósleiðardeildin úrslita kvöld 28. mars klukkan 6:18:00. Já. Next Level Gaming, Egilshöll, allt að sjálfsögðu í boði Toyota, Leno, ljósleiðarnas Elko og Arena. Já, þannig að já, það er einn þarna. Ok, Dusty komin úrslit, það gæti verið að Icy sem hliðin á honum fari í úrslit eða þessi glæsimenni hérna. Hann reyndar örugglega spilar ekki úrslitareikin, no offense, Leo Deathkick, en he's gonna be there with bells on, sko. Já. Veka á stóran stöðnum sem mannhóp. Þannig að það verður fjölmennt þarna í Egilshöll í Next Level Gaming. En ég átti eftir að spyrja þig út í MVP-in í seríunni heilt. Tony. Bara clear as day. Já, ég meina, þú veist, hann var aftur flaggkastur í Inferno og þú veist, ég meina, ég get alveg sagt, þú veist, eitthvað Peter, hérna, sjúkur og eitthvað svo leiðskilur því hann tekur ace með nófunni, þú veist, skemmtilegasti leikmaðurinn, sjátt Peter fyrir að spila svo mikið á nófunni, en staðnindin er bara Tony bara gerði það sem hann gerði í þessu, hann var stöður, hann var alltaf að posta multi-kills, hann var langefstur á stigatöflunni hjá liðinu sinu í báðum leikjum. Impact upp á 10,5, staðsending upp á 10,5, efficiency 10,5, þetta var bara frábær sería hjá honum og hann er að sýna af hverju hann er efstur í statslega séð í þessu liði akkurat núna, sýndi það bara svart á hvítu í þessari seríu og eins mikið við erum búin að tala þú veist, á síðasta tímabilið þá sérstaklega, þá horfðum við á Rafle og það var einhver hundur í honum, skilur við, þú veist, hann var óstöðvandi í öllum þessum leikjum. Ég er ekki að sjá sko sama Rafle mæta, þú veist, eins og í þetta. Vissulega eftir að sjá þá í úrslitaleik og þú veist, hann er pressuleikmaður, mætir þegar það skiptir máli. En Tony er bara alltaf mætur, þú veist, það er bara, hann er með 10 í mætingu, þú veist, það er ekki eitt seint í kladdan hjá honum og það er bara það sem er að pósta þessum tölum hjá honum og verður sigur MVP í þessari seríu. Já, það er bara nákvæmlega þannig, Tony MVP, en á fimmtudaginn þá er hinn undanúrslitaleikurinn Dusty konum við farmiða í úrslitin í Next Level Gaming. Vega Sus á fimmtudaginn, ekki missa því, við tveir verðum á svæðinu og peppum þetta áfram. Takk fyrir okkur.